Tekið þá fyrir 7. dagskrármálið. Vextir og verðtrygging, frumvarp 247. mál, þingskjal 342. Fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég tek undir það með forseta að það furðulegt hve fáir þingmenn eru hér við umræðuna vegna þess að það mál sem hér á dagskrá nú og ég mæli fyrir væntanlega eitt af þeim málum sem hér koma fram á þessu þingi, á þessum þingvetri, sem skipta heimilin í landinu hvað mestu máli. En ég mæli sem sagt hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 með síðari breytingum, og ásamt mér eru flutningsmenn hv. þingmenn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Birgir Þórarinsson, Sigurður Páll Jónsson og Bergþór Ólason. Frumvarpið í sjálfu sér afskaplega stutt og einfalt og ég ætla að lesa frumvarpið eins og það er. En fyrsta greinin hljóðar svo, með leyfi hæstv. forseta: á eftir orðinu neysluverðs í fyrsta málslið 1. málsgreinar 14. greinar laganna kemur án húsnæðisliðar og 2. greinin lög þessi öðlast þegar gildi. Þessi yfirlætislausa breyting, hún hefur það í för með sér, ef samþykkt verður, að verðtryggð lán heimila landsmanna munu framvegis taka breytingu samkvæmt neysluverðsvísitölu án húsnæðisliðar. Og hvað þýðir það? Já, það hægt að segja það í einu orði hvað þetta hefði þýtt ef frumvarp þetta hefði orðið að lögum fyrir ári síðan. Það kom nefnilega fram daginn nýjasta verðbólgumæling síðustu 12 mánaða, þar sem fram kom að verðbólga á Íslandi hefði mælst 2,3%. En án húsnæðisliðar hefði verðbólga verið neikvæð, þar að segja það hefði verið verðhjöðnun 0,9%. Það þannig að það álitið að verðtryggð lán heimila í landinu séu það bil 1.500 milljarðar króna. Sú breyting sem hér lögð til hefði sparað heimilum landsins 50 milljarða króna ef frumvarp þetta hefði verið samþykkt fyrir 12 mánuðum síðan. Og nú það þannig að það eru hópar hér á þingi sem hafa haft það á stefnuskrá sinni nokkurn tíma að afnema verðtryggingu. Þetta frumvarp hér í sjálfu sér ágætt fyrsta skref, það að segja að leiðrétta nú þegar þann grundvöll sem að verðtryggð lán heimilanna eru mæld eftir, til þess að sú áhætta sem af verðtryggðum lánum, að hún sitji ekki öll í fangi heimila í landinu, heldur taki lánastofnanir þátt í þeirri áhættu. Og ég segi þetta ágætis byrjun vegna þess að á meðan að við veltum fyrir okkur hvernig hægt að afnema verðtryggingu á lánum yfir höfuð, að þá þetta ágætis milliskref til þess að létta þeim sem eru því ofurseldir að hafa slík lán, léttir þeim biðina eftir því að verðtrygging verði aflögð, sem hlýtur að vera markmið sem við stefnum öll að. Ég sagði hér áðan að það hefði komið fram að hefði þetta frumvarp verið gert að lögum eða orðið að lögum í fyrra, þá hefði það sparað heimilum landsins 50 milljarða króna. Á síðustu 6 árum má segja með sama hætti að sú skipan sem nú hefur kostað heimili landsins í kringum 180 milljarða undanfarin 6 ár,
miðað við það að ef þetta frumvarp hefði verið gert eða orðið að lögum fyrir 6 árum síðan. Það er alþekkt í ríkjum OECD að þar sé nýtt svokölluð samræmd vísitala. Inni í henni er húsnæðisliður sem samanstendur af rekstrarkostnaði húsnæðis, húsaleiga, en menn eru hvergi með húsnæðisverð inn í verðtryggingu eða verðlagsmælingu og annað er hitt að húsnæðismarkaðurinn á Íslandi er með þeim hætti, það er að segja bæði húsnæðisverð og leiguverð og leigumarkaðurinn er það óþroskaður að í sjálfu sér væri heldur ekki sanngjarnt og er ekki sanngjarnt að húsaleiga eins og hún er og þróun hennar á Íslandi sé að spenna upp lán landsmanna. Húsnæðismarkaðurinn er náttúrulega núna undanfarin ár búinn að vera sérstaklega erfiður, bæði út af lóðaskorti, út af því að mikið af eignum hefur verið tekið undir gististarfsemi, óskráð nota bene, neðanjarðar og er líklega stærsta neðanjarðarhagkerfi á Íslandi í dag. Þetta hefur meðal annars orðið til þess að húsnæðisverð á Íslandi hefur hækkað úr hófi fram. Hér áður og fyrr það má segja að það var nokkur fylgni. Það var nokkur fylgni í því hvernig vísitala með og án húsnæðisliðar þróaðist. En í kringum árið 2003 skildu leiðir. Þá fór verðlagsvísitala, neysluverðsvísitala, með húsnæðislið inn í, að myndaðist mikil gjá þarna á milli. Og þessi gjá hefur verið greidd af heimilum landsins til þessa dags. Það er ekki sanngjarnt, síður en svo, og þess vegna er þetta frumvarp lagt hér fram. Og ég verð að segja það, herra forseti, ég átti von á því að umræða þetta mál myndi standa hér lungan úr deginum vegna þess að, eins og ég sagði hér áðan, ég veit ekki mörg stærri mál sem koma til kasta þessa þings. Ég fagna því að vísu að fulltrúi Framsóknarflokksins er staddur hér í salnum. Sá flokkur lagði nýlega fram þingsályktunartillögu að kannað verði hvort hægt væri og með hvaða hætti að kanna hvernig væri hægt að ýta húsnæðisliðnum út úr vísitölunni. Með þessu frumvarpi er sú tillaga í sjálfu sér óþörf gerð og ég vænti þess að Framsóknarmenn allir sem hafa haft á stefnuskrá sinni, allavega síðastri í vissi, tilburði til þess að taka vísitöluna til endurskoðunar og verðtrygginguna og það hvernig vísitalan er uppbyggð. Og ég vona það sannarlega að ég og við flutningsmenn hér eigum stuðning Framsóknarmanna vísan í þessu máli vegna þess að við erum búnir að taka þeim ómakið. Auðvitað skiljum við það að Miðflokksmenn að þeir eru í þröngri stöðu að leggja sjálfir fram frumvarp þetta efni, sitjandi eins og mýs undir fjalarketti í ríkisstjórnarsamstarfi og heftir á báðum fótum. En í þetta skipti gefst þeim tækifæri til þess að styðja mál sem að ég veit að þeir eru í hjarta sínu samþykkir, allt sem þarf smávegis að kjarki. Ég er líka mjög forvitinn að fylgjast með því og verð forvitinn að fylgjast með því hvernig fulltrúar annarra flokka, svo sem eins og Vinstri grænna og Samfylkingar, munu taka þessu máli. Vegna þess að það eru jú flokkar sem hafa jöfnuð á stefnuskrá sinni og berjast fyrir réttindum og kjörum þeirra sem að verr eru settir. Og þess vegna trúi ég því líka að stuðningur sé ríkur innan þessara flokka við það verkefni sem að kemur fram hér í þessu frumvarpi að styðja við heimili landsins og styrkja grunn þeirra til frambúðar. Við munum að hér á þarsíðasta kjörtímabili var lyft grettistaki þegar að skuldaleiðrétting kom til framkvæmda og
hún sem slík og áhrif hennar sem eru ekki fjöruð út, þau eru ekki fjöruð út vegna þess að þeir sem nutu skuldaleiðréttingarinnar njóta þess nú enn þann dag í dag að þeir eru með lægri greiðslubyrði á sínum lánum. Þeir sem hafa líka haft tækifæri til þess að taka þátt í séreignarsparnaði sem var hluti af þeirri lausn, þeir eru líka að sjá lán sín lækka. Og þetta hefur orðið til þess að skuldsetning íslenskra heimila fór úr því að vera eins og hæsta í nágrannalöndunum í það að vera sú lægsta. En það er ekki nóg að gert, herra forseti, það er ekki nóg að gert. Og þess vegna þurfum við að breyta þessum rangindum sem að felast í núverandi vísitölubindingu lána. Og ég á von á því að stórir aðilar rísi upp á afturfæturna og reyni að vernda sína hagsmuni. Ég á ekki von á því að þessu frumvarpi verði tekið fagnandi í fjármálakerfinu. Ég á ekki von á því að það verði haldið sérstaklega upp á það að þetta frumvarp kemur fram í dag í lífeyrissjóðum landsins til dæmis. Og svo önugt sem það nú er að þeir sjóðir sem eru í sjálfu sér í eigu erfiðismanna af Íslandi, að þeir hafa í sjálfu sér gengið einna harðast fram í að vernda þetta kerfi sem að hér var komið upp fyrir mörgum áratugum síðan, sem heitir verðtrygging. Og þeir vindar sem blása verkalýðshreyfinguna núna, ferskir, þeir verða vonandi til þess að verkalýðshreyfingin og forystumenn hennar leggjast á árarnar með okkur. Vegna þess að það er ekki sanngjarnt, herra forseti, að heimili landsins, að lántakar skuli bera alla áhættu af lántöku við það að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Það getur ekki kallast sanngjarnt og það er ekki sanngjarnt. Og það er heldur ekki boðlegt á þessum tímum að við segjum við fólk þrítugt sem er rétt búið að ljúka námi, kaupi sér sína fyrstu íbúð og hvað bjóðum við þeim upp á? Við bjóðum þeim upp á 40 ára lán með verðtryggingu. Þetta eru lánin sem eru best. Hvað innifelur þetta, herra forseti? Þetta innifelur það að næstu 40 ár borgar lántakinn lánið 4 sinnum. Hann borgar það 4 sinnum og fer síðan á eftirlaun. Þetta er stórkostleg mannsævi. Mennta sig vel, koma til starfa þrítugur, taka lán, kaupa íbúð, borga hana 4 sinnum og fara á eftirlaun. Hugsið ykkur. Þetta erum við að bjóða ungu fólki upp á enn þann dag í dag. Þetta er til skammar, herra forseti. Allt það sem ég hef hér rakið, það sýnir okkur, svo ekki sé villst, hversu ranglátt þetta kerfi er eins og það er núna. Og meðan að heimili landsins eru fullhert af því að standa í skilum af lánum til húsnæðiskaupa, því ekki er nóg með það að verðtryggingin sé ósanngjörn og óréttlát eins og hún er reiknuð núna, heldur eru náttúrulega vextir á Íslandi með því hæsta sem gerist á byggðu bóli í boði peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands, sem að kemur fram á 2 mánaða fresti og leikur trúð, kemur fram með vaxtaákvarðanir sem eru gjörsamlega úr takti við það sem að gerist alls staðar í síðuðum þjóðfélögum og er í satt að segja ólíðandi. Vaxtastigið á Íslandi er ólíðandi. En góðir hlutir gerast hægt og í bókinu Veginn segist að 1000 mílna ferð hefjist á einu skrefi, með leyfi hæstv. Forseta. Og það er kannski það sem er að gerast hér í dag. Við erum að hefja 1000 mílna ferð fyrir heimilin í landinu með þessu skrefi. Og ég satt að segja, trúi því ekki. Ég trúi því ekki fyrir en ég sé það
að þessi frumvarpi verði ekki vel tekið af öllum þeim sem hér eiga sæti. Og ég satt að segja trúi því ekki fyrr en ég sé það að alþingismenn háttvirtir taki allir stöðu með heimilunum í landinu. Vegna þess að það er það sem við erum að gera með þessu frumvarpi hér. Nú standa fyrir dyrum kjarasamningar á Íslandi. Ég trúi því innst inni að mál eins og þetta hérna geti verið innlegg í kjarasamninga vegna þess að ég veit það að útgjöld heimila til þess að koma sér upp þaki yfir höfuðið eru það snar þáttur í heildarútgjöldum heimilanna að ég trúi því að ef að launþegasamtökin sjá fram á það að það sé verið að lækka þessa byrði, það sé verið að koma til móts við heimilin, að þá trúi ég því að það gæti haft áhrif á kröfugerð þessara aðila. Ég trúi því. Og ef við myndum nú myndast til þess að koma hér vaxtastigi líka niður eins og nauðsynlegt er, þá trúi ég því líka að fyrirtæki landsins geti verið betur í stakk búin til þess að taka á sig launahækkanir, launakröfur starfsmanna, vegna þess að fyrirtæki landsins, fyrirtæki landsins eru náttúrulega undir það sama seld að vera með verðtryggð lán. Þannig að fyrirtækin í landinu er að verða fyrir nákvæmlega sömu búsifjum af verðtryggingu eins og heimilin út af fyrir sig. Og ég trúi því að ef að þetta mál kemst fram, þá trúi ég því að það geti haft góð áhrif inn í komandi kjaraviðræður og það geti leitt til þess orðið einn svona lítill kubbur í það stóra Lego að koma hér á alvöru stöðugleika. Það eru blikur á lofti, herra forseti, það að verðbólga sé að láta á sig kræla. Það gerist náttúrulega í undanfara kjarasamninga. Þá grípa fyrirtækin til þess að hækka, til þess að verja sig hugsanlegum og væntanlegum kjarahækkunum eða breytingum. Nú, einmitt vegna þess að það eru líkindi til þess að verðbólga aukist, þá er þetta mál hér, þetta frumvarp hér, enn brýnna. Það er enn brýnna fyrir vikið. Það hafa heyrst þær raddir og ég hef heyrt þær raddir hvort að tímasetningin á þessu máli sé rétt. Vegna þess að nú séum við á toppi hagsveiflu og við hljótum nú að síga niður á við eftir þetta, sem gæti þýtt að húsnæðisverð á Íslandi myndi lækka. Og ég hef sagt, meðan að vantar 17.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu einu saman, þá verður ekki lækkun á húsnæðisverð á Íslandi. Það er alveg víst. Og ef við horfum til svona lengri tíma, síðustu 2-3 áratuga, þá er það kannski á einum stað sem að húsnæðisverð hefur lækkað þannig að eftir sé takandi. Og það varð í hruninu árið 2009. Að öðru leyti hefur fasteignaverð og húsnæðisverð haldið algjörlega. Þannig að það er engin hætta á því að ég tel að þó að þessi breyting yrði gerð að þetta mál snúist upp í öndhverfu sína og fara að kosta þá sem taka lánin. Það er engin hætta á því. Ég ítreka það sem ég sagði áðan að ég vænti stuðnings þingmanna allra við þetta frumvarp. Það er tímabært. Eins og ég sagði, ég var spurður, er þetta réttur tími? Og svar mitt er líka, hvenær er ekki réttur tími til að standa með heimilunum í landinu? Er einhver tími sem er ekki réttur til þess? Er einhver tími þar sem við eigum að
að láta hagsmuni heimila í landinu lönd og leið. Nei, sá tími er ekki til í mínum huga. Hann er ekki til. Og því, eins og ég segi, hv. þingmenn, ég vænti þess að hér fari fram góð umræða um þetta mál. Þetta mál er stórt. Það er eitt af því stærsta sem við fáumst við hér á þessu þingi og við skulum afgreiða þetta mál með myndarskap og við skulum senda þetta til nefndar þar sem það fær góða og veglega umfjöllun. Við skulum taka í nefndinni skulum við taka viðræður við hagsmunaaðila. Við skulum heyra rök fjármálaaflanna fyrir því að þetta mál eigi ekki að fá framgang. Við skulum heyra það. Við skulum leiða það fram. Það verður líka athyglisverð umræða. En fyrir alla muni, við skulum samþykkja þetta frumvarp, hv. þingmenn, við skulum taka saman höndum fyrir heimilin í landinu. Svo áttar til að 4 hv. þingmenn óska eftir það að veita andsvör, svo að andsvörin verða aðeins 1 mínúta. Fyrst vill að veita andsvör hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti. Já, við erum að ræða hér frumvarp breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu og sem snýr að húsnæðislið vísitölu neysluverðs. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni framsöguna hér og margt athyglisvert. Fyrst vil ég segja varðandi verðtrygginguna að þá auðvitað hefur hún svona þetta ákall afnám verðtryggingar þegar kemur að neytendalánum og húsnæðislánum kannski ekki hljómað eins hátt undanfarandi vegna þess að staðreyndin er sú að við höfum búið við hér verðstöðugleika í 4 ár. Ég ætlaði nú að hafa hér spurningu af því að það kemur ekki fram og kom ekki skýrt fram í framsögu hv. þingmanns, þá ætla ég bara að spyrja hér beint hvaða mælingu metur hv. þingmaður út frá þeim breytingum sem hér eru fyrirhugaðar að peningastefna Seðlabanka Íslands ætti að miða sig við. Það svarar andsvari í fyrra sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Það er rétt hjá honum að það hefur ekki farið eins mikið fyrir umræðu afnám verðtryggingar undanfarin misseri eins og áður. Ég held að það sé nú ekki bara út af því að hér hefur verið stöðugleiki. Ég held að sé það líka vegna þess að ég held að þá leikendur og þær persónur sem börðust mest fyrir þessu á næstliðnu kjörtímabili hafa einfaldlega skort kjark til þess að fylgja þessu máli fram. Áhrif þessa á peningastefnu Seðlabanka Íslands, eins og ég kom nú inn á hér í ræðu mína nokkrum hluta, þá er peningastefna Seðlabanka Íslands sjálfstætt vandamál. Og fjölmargir málsmetandi hagfræðingar, svo sem eins og Dr. Ólafur Margeirsson og fleiri, hafa tekið undir það að bæði er að verðbólguspár Seðlabankans sem hann byggir meðal annars vaxtaákvarðanir sínar á hafi verið víðsfjarri raunveruleikanum núna síðastliðin 4 ár og einnig það að í sjálfu sér er það ekki útgangspunktur fyrir hagkerfið allt hvort að vextir hér eru 4,5% stýrivextir eða 2,5% sem þeir gætu hæglega verið. Þetta er andsvari síðari sinn hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta er auðvitað, þegar farið er í slíkar breytingar, þá er þetta eitt af þeim stóru atriðum sem þarf að fara faglega í gegnum og meta. En ég bara svo að það sé alveg á hreinu að þá hef ég verið fylgjandi því að við séum ekki með að ákvarða vexti út frá almennum verðlagshækkunum á neytendalán og til fasteignakaupa. Það hefur veikt ákvarðanir peningastefnu nefndar að þessi stóri stabbi sé verðtryggður. Það hefur komið fram og Seðlabankinn meira að segja viðurkennt. Þannig að við erum alveg sammála þar, ég og hv. þingmaður. Nú er það svo varðandi þessa vísitölu sem ræðir,
Af því hér segir í frumvarpinu án húsnæðisliðar. Nú eru flestir hagfræðingar á því að það verði að meta húsnæðiskostnað með einhverjum hætti inn í slíkar vísitölur sem eru mælikvarði á almennar verðlagsbreytingar á ákveðnu tímabili. Þetta eru 5 þættir sem koma inn í þetta mat, rafmagn og hiti, og þetta er liður 0,42 í þessari vísitölu. Ég spyr hv. þingmann, eru það að tala um að taka einvörðungu þann lið sem að snýr að notakostnaði eða bara hreinlega allan húsnæðisliðinn, þannig að húsnæði bara er ekkert vegið í verðlagi. Afsakið, hæstv. forseti. Forseti áréttar við þingmenn að virða ræðutíma og leggur kannski til að allar þakkir og svona í upphafi í 1 mínútna ræðu taka hálfa ræðutímann og að þeim slepptum að þá ná menn kannski að koma með spurningar. Þá veitir andsvari síðari sín hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það er hárrétt sem hv. þingmaður segir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hún hefur tekið ákvarðanir sínar á grundvelli módela sem eru ekki mjög sterk, ekki mjög stöðug, ekki mjög rétt. Hvað varðar það hvort að hér sé átt við að húsnæðisliðurinn allur sé tekinn út úr vísitölunni? Jú, þá er það rétt. Og nota bene, Hagstofa Íslands mælir í mánuði hverjum 6 vísitölur. Og eins og ég sagði í ræðu hér daginn, sendir Seðlabanka Íslands sem síðan tekur rangar ákvarðanir í vaxtamálum. En það er, eins og ég sagði áðan, sjálfstætt vandamál. En auðvitað heldur Hagstofan áfram að mæla þennan kostnað, þessa vísitölu, með kostnaðinum inni, með húsnæðiskostnaðinum inni, til þess að við vitum hvar við stöndum að því leyti. Þannig að þær upplýsingar liggja fyrir. En þær eiga ekki að vera á kostnað heimilanna í landinu. Næst vill að veita andsvör er hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, þetta er áhugavert mál. Það hefur nú lengi vafist fyrir hagfræðingum og þeir deilt það hvernig best sé að mæla verðlagsbreytingar. Og ég skal fyrstur viðurkenna það að þau tæki sem við höfum hér á Íslandi eru gölluð, meingölluð í rauninni. Ég er ekki alveg viss að þessi tillaga leysi þá galla. Rauninni dregið það mjög í efa. Ég er almennt sammála því að það er ekki hyggilegt að styðjast við breytingar á verði fasteigna þegar það kemur að mælingu á verðbólgu. Alveg eins og ég tel að það sé rangt að hafa inn í vísitölunni breytingar á verðlagi sem er ekki verðbólga heldur eru í sjálfu sér bara til dæmis teknar hér sem fela í sér gjaldskrárahækkanir eða skattahækkanir og síðan margföldunaráhrif. Þannig að ég spyr hv. þingmann, hefði ekki verið skynsamlegra að beina sjónunum annars vegar að fasteignaverðinu og hins vegar að athuga hvort við ættum ekki að draga út gjaldskrár og skattahækkanir úr vísitölunni? Það svarar andsvari í fyrra sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég veit að í brjósti hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar slær hjarta jafnaðarmanns. Og það hefur margoft komið hér fram í umræðum á þessu þingi, bæði málefni fatlaðra og öryrkja og aldraðra og svo framvegis. Og þess vegna veit ég það að hann ber fyrir brjósti hagsmuni þeirra sem að hallara standa. Jú, víst það áhugavert hjá hv. þingmanni að spyrja það hvort að nær hefði verið að taka út þessar hækkanir sem að ríkisstjórn hvers tíma dembir hér yfir hver áramót. Ég lít hins vegar á það, og það kom nú fram í fjárlagaumræðunni, að sá uppreikningur sem ríkið stendur fyrir hver áramót á ýmsum gjöldum ríkissjóðs er í sjálfu sér mjög gamaldags apparat. Og ég veit ekki af hverju í ósköpunum ríkið á að ganga á undan með vondu fordæmi hver áramót
og hækka hér öll aukagjöld ríkisins einhverja uppreiknaða tölu sem einhverjir jólasveinar upp í fjármálaráðuneyti hafa fundið út á Excel-skjálum? Ég held ekki. Þetta er andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ef þetta væri nú bara einu sinni á árið, þetta er oft á árið, þetta eru gjaldskrárhækkanir opinberra fyrirtækja, þetta eru hækkanir sem að sveitarfélögin að framkvæma oft á ári. En ég ætla að spyrja hv. þingmann einnar spurningar. Óttast hann ekki að það eina sem gerist ef að við tökum fasteignir út úr, húsnæðisverð út úr vísitölunni, að þá muni það bara leiða til nafnvaxta hækkunar verðtryggðra vaxta. Það er að segja, í staðinn fyrir að þeir væru 4% þá færa það bara upp í 4,5% og svo framvegis. Vegna þess að menn lánastofnanir munu alltaf taka tillit til þeirra áhættu sem er fylgjandi og ég óttast að við séum svona pínulítið að blekkja sjálfa okkur í staðinn fyrir að ráðast að sjúkdómnum sjálfum og sjúkdómurinn sjálfur auðvitað óstöðugleiki í efnahagsmálum. Við höfum ekki séð að vísu notið þess núna undanfarin ár að vera með stöðugt verðlag, en ég er sammála hv. þingmanni að peningastefna Seðlabankans þarf endurskoðunar og ég bendi líka á að þau innflæðishöft sem eru í gildi hér að halda vaxtastigi og eru de facto form á skattheimtu á fyrirtæki og heimili. Það svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Nú er það þannig, hv. þingmaður, að sá sem að hér stendur óttast í sjálfu sér ekki neitt. En víst er svo áhætta fyrir hendi að lánastofnanir muni hækka hérna vexti vegna þess að eins og við öll vitum að þá eru verð á peningum yfirleitt sett saman eins og hefur verið hér á Íslandi annars vegar úr vöxtunum sjálfum og hins vegar verðtryggingunni. Vill nú reynda svo vel til að lífeyrissjóðir landsins hafa núna undanfarandi sér fært að lækka vexti en auðvitað hafa þeir vextir borið verðtryggingu. Ég tel í sjálfu sér, aðgerð eins og þessi, hún mun gera kröfu öfluga hagstjórn. Við skulum ekkert fara í grafgötu með það. Og auðvitað er það nauðsynlegt. Það er auðvitað nauðsynlegt að hér á Íslandi sé styrk hagstjórn. Hún hefur verið það núna undanfarin nokkur ár. Við höfum búið við hagfelldar ytri aðstæður, við höfum að nota þær. En ég hef nú þá trú að ef að lánastofnanir á Íslandi myndu fara hér í stórar nafnverðshækkanir að þessu hér gerðu, þá hugsa ég að við verðum ekki einmana hér við Austurvöll. Greiðlega við andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu sem hér fer fram. Mig langar til þess að spyrja málshefjanda, eða sem fyrsta framsögumann, það atriði sem menn munu eflaust ræða í þessu samhengi áhrif mögulegra lækkunar fasteignaverðs á markaði. Hvort þar verði höfð af lántakendum, möguleg lækkun höfuðstólslána nái slíkt fram. Hefur framsögumaður eitthvað skoðað það hvort að þessi áhrif jafni sig yfir lengri tíma eða hver metur hann það stórt áhættuatriði hvað málið allt varðar að fasteignaeigendur skuldarar verðtryggðra lána verði af lækkun höfuðstólslána komi lækkunaráhrif fram á markaði og þá er ég að horfa á það yfir lengri tíma en ekki til skamms tíma. Það svarar andsvari fyrir sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, í sjálfu sér lít ég þannig á að hvað þetta atriði varðar sé reynslan ólíknust. Og líkt og ég sagði hér í ræðu minni hér áðan, þá hefur orðið hér lækkun á fasteignaverði á undanförnum 2 til 3 áratugum, svo eftir sé tekið í kringum efnahagshrunið sem hér varð. Meðan að eftirspurn eftir húsnæði eins og hún hér nú, þá sé ég engin merki þess
að þetta ástand sem hv. þingmaður lýsir verði. Ef við horfum á þetta yfir lengra tímabil þá tel ég nánast óhugsandi að þetta atriði muni verða lántakendum til trafala. Ég hef enga trú á því vegna þess einfaldlega, eins og ég sagði hér áðan, það vantar hér 17.000 íbúðir bara á þessu svæði hér. Meðan svo er ástatt þá verður ekki hér lækkun á húsnæðisverði. Það er ekkert sem bendir til þess annars heldur en að efnahagslíf að öðru leyti á Íslandi verði í þokkalegum málum þó við séum aðeins að sunka niður í hagsveiflunni. En ég held að það verði ekki neitt til þess að valda hér einhverju straumhvörfum í efnahagsumhverfinu. Þetta er andsvari síðara sinn, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Hefur verið skoðað að einhverju marki við undirbúning málsins hvort æskilegt sé að skoða að uppáleggja Hagstofu að útfæra vísitölu sem tæki sérstaklega á rekstrarkostnaði með það fyrir augum að nýta til framtíðar rekstrarhluta fasteigna en ekki fjárfestingarhluta og splitta þessu þar með upp. Er þetta hluti af ein af þeim 6 vísitölum sem Hagstofan heldur utan um? Tekur hún á þessu atriði? Það svarar síðar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, nú hefur það komið fram í viðræðum sem ég hef átt við fulltrúa Hagstofunnar að þeir eru alveg með sitt hlutverk á hreinu. Þeir hafa sagt okkar hlutverk er að safna saman upplýsingum í vísitölur, svo er það ykkar, það er að segja stjórnmálamannanna, að vinna með þær. Og ég sé ekki því til fyrirstöðu að ef að okkur þykir þessi mæling, það er að segja vísitala án húsnæðisliðar, ef okkur þykir hún ekki nógu skýr, þá er í sjálfu sér ekkert mál að fela Hagstofunni að mæla það sem hv. þingmaður leggur til, það er að segja að rekstrarkostnaður húsnæðis, rafmagns, hiti og svo framvegis, sé inni. En það er reyndar eitt, af því það kom nú fram hérna í orðum hv. þingmanns Ólafs Björns Kárasonar áðan. Þar erum við líka reyndar ofurseldir því að þar eru líka inni fasteignagjöld sem að sveitarfélög hækka hér með ársmillibili í einhverju ímyndaðri tölu sem að menn hafa fundið út. Þannig að það ber nú að varast þetta aðeins. Síðast til að veita andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti. Ég vil þakka Þorsteini Sæmundssyni, hv. þingmanni, fyrir að flytja þetta frumvarp. Ég er einn af meðræðasveinum hans á þessu frumvarpi og fagna þessu og Þorsteinn, hv. þingmaður, tók það fram að allar langferðir byrjuðu á einu skrefi og lengi hefur verið beðið eftir einhverjum aðgerðum við þennan draug sem er verðbólga eða verðbætur á húsnæði og bara verðbætur yfirleitt. En mig langar að spyrja þingmanninn, af því að hann hefur verið mikill talsmaður hárra, eða sem sagt flutt hérna digra ræður og spurningar til Seðlabankans stýrivexti og hvort að það spili ekki inn í vextir og verðbólga spila saman með lífeyrissjóðina. Ég ætla kannski að koma betur að þessu í seinna andsvari mínu. Spilar þetta ekki allt saman, háir vextir og verðbólga í hlutvægi, jafnvægi, í samhenginu? Það veitir svara andsvari fyrir sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta er mjög áhugaverð spurning. Jú, ég hef haldið fram hér í ræðum að stýrivextir Seðlabanka Íslands, það er að segja stýrivaxta ákvarðanir Seðlabanka Íslands, séu verðbólguhvetjandi. Og ég byggi það á því
að þær vaxtaákvarðanir leggjast að fullum þunga á fyrirtæki landsins sem hafa oft á tíðum ekki annarra kosta völ heldur en að velta þessum sömu ákvörðunum út í sína þjónustu, verð á sinni þjónustu og varningi, sem þýðir að það er verið að búa til verðbólgu, það er verið að búa til kostnaðarverðbólgu. Og málið er það hins vegar að það virðist vera að fjármálakerfið á Íslandi, þar með talið Seðlabankinn, að þeir séu svona í einhverju hringrás, þeir eru svona svolítið eins og hundur sem eltir á sér skottið. Það treystir sér enginn til þess að hlaupa út úr þessum hring, annaðhvort með því að lækka vexti, með því að breyta hér vísitöluákvörðunum eða hvort tveggja. Þetta frumvarp er skref í þá átt að rjúfa þennan vítahring. Þetta er aðsari síðari sinn, hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Nú var okkar flokkur með það á stefnuskrá sinni í kosningabaráttunni í haust að stefna að því að veita eða byggja undir það að lífeyrissjóðirnir sæju sér kost í því að fjárfesta meira erlendis. Því að nú er ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna eigenda þeirra 3,5% sem að spila náttúrulega inn í þessa háu vexti sem er í landinu. Hvernig sér þingmaðurinn fyrir sér að sú vinna gæti hafist við það að lífeyrissjóðirnir sæju sér þann kost að fara að fjárfesta meira erlendis og þá væntanlega gæti það lækkað, náttúrulega myndi það lækka ávöxtunarkröfuna og almennt bara vexti í landinu? Ég veit þetta er stór spurning. Það svarar síðastansvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, þetta er alveg laukrétt hjá hv. þingmanni og Miðflokkurinn hefur sýnt fram á það með mjög gildum rökum að lífeyrissjóðakerfið á Íslandi er hlutfallslega fyrirferðarmeira á hlutabréfamarkaði hér á Íslandi. Það er svona viðlíka eins og ef Norðmenn myndu hleypa olíusjóðunum sínum inn á hlutabréfamarkaði í Noregi, sem þeim náttúrulega dettur ekki lifandi hug. Heldur fjárfestir olíusjóðurinn nær eingöngu utan stranda Noregs. Á nákvæmlega sama hátt, það má eiginlega segja að það væri ákveðin lausn í því fólgin að reka lífeyrissjóðina heiman, að skylda þá til þess að fjárfesta erlendis í meira mæli, vegna þess að eins og nú er, þeir eiga óhægt vik, ég viðurkenni það fúslega, en þeir eru sem sagt þátttakendur í fyrirtækjum og samkeppnismarkaði sem í mörgum tilfellum skekkir samkeppni hér á Íslandi. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég fagna þessari umræðu og þakka frummælanda fyrir hans yfirgripsmiklu framsögu hér. Sjálfur hef ég haft, ef ég má nefna það í allri hógværð, mörg tækifæri á umliðnum árum sem fastagestur í vinsælum útvarpsstöðvum hér að fjalla þetta málefni sem hér er á dagskrá, verðtryggingin, þó að frumvarpið lúti að einum lið í henni sérstaklega. Nú, það er auðvitað að mörgu að taka í þessu, herra forseti. Kannski ættum við að byrja á byrjunni og rifja upp hvernig þetta fyrirkomulag komst á laggirnar hér í þessu landi. Það sem sagt var þannig að á árinu 1979 er að fóra að hilla undir lok þess áratugar sem er nú kenndur við einn ágætan stjórnmálaflokk sem ég vil síst lasta hérna, Framsóknarflokkinn. Að þá hefðum við sem sagt gengið hér í gegnum ýmsa efnahagslega erfiðleika og verðbólga var mikil hér á landi rétt eins og í umheiminum, enda höfðu riðið yfir heiminn 2 olíuverðssprengingar af hálfu
samtaka olíuframleiðsluríkja sem menn þekkja undir skammstöfuninni OPEC. Það var fjórföldun í annað skiptið og tvöföldun olíuverði í hitt skiptið. Þetta náttúrulega leiddi til mikillar verðbólgu víða heim og hárra vaxta. Við fórum ekki varhluta af þessu og menn þekkja það að sparifé brann upp og menn urðu að leita annarra leiða til þess að vernda sínar peningalegu eignir, koma þeim í helst í fasteignir eða eitthvað slíkt. Það er við þessar aðstæður sem að þetta verðtryggingarkerfi verður almennt hér í landinu. Áður voru þekkt dæmi verðtryggð skuldabréf sem hefur verið gefin út, einkanlega af ríkissjóði og svo framvegis. En það sem að einkenndi auðvitað landið á þessum tíma var það að hér voru engir fjármálamarkaðir sem að myndu með nokkrum hætti geta risið undir því heiti. Hlutabréfamarkaður var náttúrulega enginn til. Það voru bara 3 ríkisbankar og svo sparisjóðir og skuldabréfamarkaður var mjög ófullkominn. Efnahags- og atvinnulíf landsmanna var með allt öðrum hætti. Það er auðvitað gjörbreytt. Hér hafa þróast fjármálaviðskipti, risið upp fjölbreytilegar fjármálastofnanir og margir aðilar sem hafa sérhæft sig í ávöxtun eigna eru komnir hér til skjalanna og menn hafa ýmis færi á því að verja sínar eignir gegn verðtryggingu með atbeina fjölbreytilegra fjármálaafurða sem svo eru stundum kallaðar og geta notið fjölbreytilegrar og sérhæfðrar þjónustu á þessu sviði. Þannig að sú meginforsenda sem lá að baki verðtryggingunni var að verja þessar peningalegu eignir. Hún er náttúrulega löngu horfin vegna þess að þjóðfélagið er öðruvísi, fjármálamarkaði og allt saman þetta. Síðan náttúrulega er það að í þessari aðgerð sem þarna var, að þetta gerist auðvitað eins og menn þekkja í lögum sem yfirleitt eru kennd við Ólaf Jóhannesson forsætisráðherra á þessum tíma, Ólafslög sem svo eru kölluð, nr. 13/1979, að þau í vissum skilningi fela í sér ákveðna viðurkenningu á því að innviðir þjóðfélagsins í þessu fjármálalega tilliti voru ófullburða. Við höfðum ekki þessa fjármálamarkaði, við höfðum ekki þessar fjölbreytilegu fjármálastofnanir. Seðlabankinn hafði einhvern veginn enga stefnu í peningamálum sem kannski myndi rísa undir því nafni og svo framvegis. Og þessi nútíma hagstjórn sem nú er stunduð, hún var í framtíðinni, hún var ekki þá. Þannig að, en þess vegna er ég að rifja þetta upp, herra forseti, að það er svo sérkennilegt hvað þetta kerfi sem er sett upp við allt aðrar þjóðfélagslegar aðstæður heldur við búum við, allt annað skipulag í efnahags- og atvinnumálum en við búum við, að þetta skuli hafa grafið sig svona djúpt að það er eins og að ætla sér að klífa 30 hamarinn að reyna að hrófla við þessu. Hér er gerð ein tilraun til þess af hv. flutningsmanni og meðflytjendum hans að taka á einum þætti í þessu verðtryggingarkerfi sem er þessi húsnæðisliður og ég skal nú fjalla hann í nokkrum orðum. Það er þannig að við mælingar á verðlagi víða um heim að þá er það ástundað að meta húsnæði sem eitt lið, það er að segja notkun á húsnæði. Og það er engin samræmd formúla til þetta þó að menn hafi á vettvangi hagstofa sem hafa mikið samstarf sín á milli og þar á meðal er Eurostat sem er hagstofa Evrópusambandsins, að þá hefur ekki tekist að búa til
formúlu sem að menn eru almennt sammála í þessum efnum. En við erum hérna með alveg sérhannaða útgáfu og hún er þannig að þau vandamál sem við höfum átt við að etja hérna í húsnæðismálum með ónógu framboði af húsnæði sem stafar af ýmsum ástæðum eins og menn þekkja, þar á meðal stefnu mikilvægra sveitarfélaga og stórra í lóðamálum, að þetta ratar hérna inn í þennan húsnæðislið, þessi vandamál, hafa auðvitað verðhækkanir í för með sér, þetta ratar inn í húsnæðisliðin og þessi húsnæðisliður hefur á undanförnum misserum hækkað svo mikið og vegið svo þungt í vísitölunni að þótt að almennt verðlag í landinu hafi farið hjaðnandi samkvæmt viðurkenndum mælingum Hagstofu Íslands, þá er þessi liður svo sterkur inn í þessari vísitölu að fólk sem er með þessi verðtryggðu lán ætti auðvitað að njóta þessarar þróunar í verðlagsmálum. Nei, liðurinn hann hækkar vísitöluna öllu samanlögðu og þessi hækkun, herra forseti, hún mælist, ef við reiknum hana sem ofan á svona þessar tölur sem eru hvað best sektar það hver er fjárhæð útistandandi lána til húsnæðiskaupa, þá mælist þetta í tugum milljarða á ári. Bíddu, hvað eru tugir milljarða? Hver veit hvað eru tugir milljarða? Ja, aflaverðmæti Þórs á Íslandsmiðum á einu ári, það eru tugir milljarða. Þannig að þetta er fjárhæð sem er bara lögð, bara mekanískt og sjálfvirkt ofan á lán heimilanna og að sama skapi að þá eignast þessar fjármálastofnanir, hverju nafni sem nefnast, eignast þessar nýju kröfur. Þetta rifjar upp, herra forseti, að hér fyrir jólin að þá var ríkisstjórnin að rækja hér einhver markmið í loftslagsmálum af því hún er búin að gera samning út í París loftslagsmál og liður í því að gæta að loftslaginu, það er að hækka hérna 50% eitthvað sem heitir kolefnisgjald sem er lagt ofan á bensín og dísel og eitthvað. Og þannig að þetta gjald á bensíni hækkað úr 5,50 á lítrann upp í 8,25 á lítrann. Bíðum við. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir hækkun á vísitölunni. Hún er að vísa ekki stór, hún er ekki mikil, en þessi lánaflokkur, hann er svo gífurlega stór að jafnvel svona lítil breyting sem að mælist í öðrum eða þriðja aukastaf, hún hækkar lán heimilanna á að giska 500 milljónir króna. 500 milljónir króna, það er hálfur milljarður. Og að sama skapi þá hækka kröfur þessara lánastofnana á heimilin þessar 500 milljónir króna. Vítu, hvað hafa þessar lánastofnanir unnið til að verðskulda það að þær eignist nýjar kröfur á blásaklaust fólk, heimili, upp á 500 milljónir og að baki þessum kröfum þessara fjármálastofnana sem kunna vera ágætar, að þá er samanlagt afl íslenska réttarkerfisins og menn þekkja það á umliðnum árum hvað þetta afl er mikið og hvaða afleiðingar það hefur ef fólk getur ekki staðið í skilum. Þannig að þið sjáið það af þessu litla dæmi hvað þetta kerfi hefur leiðst út í algjörar og fullkomnar ógöngur. Nú, menn þekkja þessi sjónarmið. Menn vita þetta er búið að ræða þetta svo mikið hérna á opinberum vettvangi. Menn vita það að það er ójafnt gefið. Annar aðilinn í samningssambandinu og alltaf sá veikari, lántakinn gagnvart hinum sterkari sem er lánveitandi, hann tekur á sig alla áhættu af verðbreytingum af hvaða toga sem þær kunna vera runnar. Býtu, hvað merkir þetta á íslensku? Þetta merkir það á íslensku að lántakinn, hann gefur út kaskótryggingu fyrir fjármálastofnunina þess efnis
að hvaða breyting sem verður til hækkunar á verðlagi, hvort sem hún er af innlendum toga, erlendum toga, vegna náttúruhamfara, vegna hagstjórnarmistaka, vegna uppskerubresti í Brasilíu, hvað sem er, hann borgar. Þetta er kaskótrygging. Það er alveg sama, það spyr enginn. Og hann borgar líka ef að ríkisstjórnin er að fylgja markmiðum sínum í loftslagsmálum, að þá á hann að borga líka. Þannig að þetta er altrygging sem að þessi lántaki, sem er bara venjulegt fólk, bara einstaklingur, heimili, og hann á að borga þessari fjármálastofnun ef að eitthvað hreyfist, og alveg sama hvað það er, mikið eða lítið í áttina til hækkunar í verðlagi, þá skal borgað. Og það er engin greinarmunur gerður á því af hvaða toga þessar hækkunar eru. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason nefndi hérna, það væri kannski rétt að draga út gjaldskrár og skatta. Ég býst hann hafi átt við óbeina skatta. Þetta er auðvitað ágætt ábending og ákaflega góðra gjalda verð. Af hverju skyldi, eins og margoft hefur verið bent á, af hverju skyldi það varða einhverju aðila í samningssambandi lánsfé, hvort það hækkar einhver gjaldskrá hérna hjá einhverju opinberri stofnun? Af hverju ætti það að snerta þennan lánasamning og þá leið alla lánasamninga af því tagi í landinu? Af hverju á það að snerta aðila að lánasamningi ef að ríkisstjórnin ákveður að hækka kolefnisgjald, eða ef að ríkisstjórnin ákveður að hækka bensín eða áfengi og tóbaka þegar vantar einhverja peninga í einhver þörf og góð málefni hérna í landinu? Af hverju á það að skipta einhverju máli fyrir þessa aðila sem að eiga saman í lánaviðskiptum? Þetta er náttúrulega svo fráleitt. En það er alveg sama hversu oft hefur verið á þetta bent, og það er búið að benda á þetta aftur og aftur og aftur og aftur á umliðnum mánuðum. En það er alveg sama að eina sem mætir öllum þessum sjónarmiðum sem ég leyfi mér að nefna hérna, þessari misskiptingu á áhættu, þessu fyrirkomulagi að annar aðili lánasamnings eigi að bæta hinum það upp að það verði skattahækkun í landinu, eins og annar aðili lánasamnings eigi að borga skattina fyrir einhvern annan. Síðan er náttúrulega þetta sem að margoft hefur verið bent á, og það er það að þessi samningur er í eðli sínu, hann er flókinn. Hann samanstendur af tveimur samningum. Hann samanstendur af láni sem er sérhannað, eins og þið þekkið, ágætu tilheyrendur, og hins vegar af þessu verðtryggingafyrirkomulagi sem er af því tagi sem að menn gjarnan nefna afleiðu í fjármálaviðskiptum, og þetta er lagt á venjulegt fólk að skilja þetta og ber ábyrgð á þessu. Með hverju? Með eignum sínum og með sínu aflahæfi, því að það eru þekkt dæmi það að eignir eru hirtar af fólki og svo er það að borga af sínum tekjum árum saman eftir það. Herra forseti, ég hefði gjarnan vilja hafa lengri tíma en ég hlýt auðvitað að verða hér tímamörk. Þeir hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör. Fyrstur til að veita andsvör er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni prýðisgóða ræðu og ég þakka honum kærlega fyrir að fara yfir þetta sögulega yfirlit sem hann gerði svo vel í ræðunni, og auðvitað það alveg laukrétt sem að hv. þingmaður segir að nú eru uppi hér og eru búin að vera þó nokkra hríð allt aðrar aðstæður í efnahagsmálum heldur en að hér voru þegar verðtrygging var upphaflega sett á lán. Og sú var náttúrulega tíðin, eins og við þekkjum sem erum aðeins eldri hér inni, að ef það varð frostnótt í Suður-Ameríku þá hækkaði kaffi og þá hækkaði verðið á klippingunni í hárkerunum og lán landsmanna hækkuðu. Og þetta er náttúrulega ekki boðlegt. Það sem mig langaði hins vegar aðeins að spyrja hv. þingmann horfandi utanfrá inn í þetta kerfi, það er að segja fjármálakerfið á Íslandi sem heild, þá hef ég haft það á tilfinningunni nú
nokkur árabil að þetta bankakerfi sé orðið háð því að hér sé verðtrygging á lánum og ekki bara bankakerfið. Ég man eftir að þegar fyrstu hugmyndir komu fram það að afleggja hér verðtryggingu á lánum, það er að segja á háværan hátt fyrir svona 5 árum síðan eða þar um bil, að þá man ég eftir því að Seðlabanki Íslands reis upp á afturlappirnar og gaf það út að það væri aldeilis alveg ómögulegt að rífa hér af verðtryggingu á lánum. Og það sem ég langaði svona aðeins til að spyrja hv. þingmann er hann svona sammála mér það að fjármálakerfi landsmanna alveg upp í Seðlabanka reiði sig á það í sínum ákvörðunum og sínum rekstri að hér sé og verði verðtrygging. Það svarar andsvari fyrir sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þakka fyrir spurninguna. Það er kannski erfitt að gefa út algilda fullyrðingar þetta, en þó er ekki annað að sjá en að til að mynda fyrir viðskiptabankana sem hafa svokallaðan jákvæðan verðtryggingarjöfnuð, fyrirgefið hvað þetta er vond íslenska hérna, þetta þýðir bara það að þau eiga meira af verðtryggðum eignum heldur en þau skulda verðtryggt, þannig að hækki vísitalan að þá bara streyma peningarnir inn til þeirra og hækki vísitalan þá náttúrulega hækka þeirra kröfur að sama skapi. Þannig að þetta er alveg fyrirhafnarlaust. Það ekki gera neitt, ekki neitt. Þetta bara kemur. Þetta er eins og að því að hér er guðfræðimenntaður maður í salnum, þetta kemur eins og manna af himnum. En síðan er það á það að líta að ég held að það megi alveg segja það að þetta hefur víðtækari tengingar. Menn að segja sem svo, verðtrygging er eitt, svo geta menn farið og fengið fasta vexti hjá bönkunum. En það er ekki eins og við búum hérna við mikla samkeppni í þessum efnum. Menn læra það í viðskiptafræðum og hagfræði á fyrsta misseri að þegar þannig háttar til að það séu kannski ekki nema 3 aðilar að meginstofni til sem eru að bjóða tiltekna þjónustu, að þá er mönnum kennt að það heiti fákeppni og menn átta sig náttúrulega fljótt á því að við slíkar aðstæður að þá jafnvel án þess að það séu nein sérstök formleg samtöl eða samskipti eða samningar, að þá bara svona gagnkvæmur skilningur á því hvernig hlutirnir eiga að vera og kannski er það svo að bankarnir hafi svo mikinn hag af því að vera með þessar þessi verðtryggðu lán að þeir kannski mætti kannski geta sér til verðlagt og haft föstu vextina hærri en svo að fólki vildi taka þá og flýði þess vegna í hina lægri vexti sem eru á hinum verðtryggðu lánum. Það er andsvari síðar sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Ég skynja það að við erum samherjar í þessu máli að vera á móti þessu óréttlæti sem birtist í því að annar aðili lánasamnings skuli bera alla áhættu af honum á meðan að hinn aðilinn eins og hér kom fram mokarinn peningum í bílhlossum. Og því spyr ég, nú hefur það komið fram eins og hv. þingmaður sagði að fólk hefur hrakist í að taka verðtryggð lána því að greiðslubyrðin er lægri og menn hafa sagt það er ekki hægt að setja hér á eða sem hægt að taka hér lán eða það er erfitt að taka hér lán með föstum vöxtum, bankavöxtum óverðtryggðum vegna þess að greiðslubyrðin er allt of há. Og þá er spurningin þessi, myndast ekki hér eða gæti ekki myndast hér við þetta skref ef stigið verður, getur þá ekki myndast svo þær aðstæður að hægt verði í stað fyrir þess að verðbætur bætist við höfuðstól hverju sinni, að það væri hægt að greiða verðbæturnar upp samhliða vöxtum við hverja afborgun eins og óverðtryggt lán væri að ræða. Af því að ég
Ég tel það nokkuð einboðið að við þessa breytingu þá myndi greiðslubyrði lækka og svona við lauslega athugun, þetta sem ég fór yfir í ræðu minni áðan, að mismunurinn á mælingum með húsnæðislið og ekki húsnæðislið sem munaði einhverjum 50 milljörðum í fyrra, það munar jú hvert heimili á landinu á milli 400.000 og 500.000 krónur. Þannig að mér langar að vita hvort að hv. þingmaður sé mér sammála það að með þessu myndist sá möguleiki að við getum farið að greiða þessi lán niður hraðar og öruggara en fyrr. Það svara síðar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er svolítið merkilegt til þess að hugsa að við erum að ræða hérna hlut sem í sínu innstæðli er bara fjármögnun á íbúðarkaupum og húsbyggingu. Sem hvernig venjuleg fjölskylda getur fjármagnað sitt heimili. Og það skulle ekki vera hægt að ræða það, öðru sætt en að vera á einhverju háu þekkingarplani verðlagsvísitölur og einhverjar reikniformúlur og eitthvað. Þetta er náttúrulega fyrirkomulag sem að ekkert land býður sínu fólki upp á. Og ég meina þessi umræða, hún bara gæti ekki farið fram annars staðar heldur en hér. Það er bara óhugsandi. Það er bara algjörlega óhugsandi. Herra forseti, ég ætla að leyfa mér að taka mér í munn orð sem þið hefur öll heyrt, ég á mér draum. Ég á mér draum í þessum efnum, þá takist okkur að draga Ísland inn í hóp vestrænna ríkja og bara í hóp með okkar nágrannaríkjum. Það dettur engum manni í hug. Haldið þið ekki að Norðmenn fylgist með sínum frændum hérna upp á Íslandi hvað þeir eru klárir í fjármálum og þeir eru búin að finna hérna upp verðtryggingu og heldur að myndi ekki taka hann upp ef þeir væru sannfærir það hversu snjallt þetta væri. Og við erum alltaf að sannfæra okkur sjálf það að við getum ekki losa okkur við þetta því hérna sé svo mikla sveiflur í genginu og öllu því. En við hvað aðstöðu búa þeir? Þeir eru með olíukrónu sem sveiflast tugi prósenta og eru þeir að taka upp verðtryggingu? Ég held ekki. Síðar ætla við andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Já, hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu. Ég held að sé vel þess virði að hvetja fólk til þess að finna þessa ræðu og hlusta á hana hér á alheimsnetinu, má orða það þannig. Það er tvennt eða þrennt sem ég langar að velta upp við hv. þingmann. Það er nú þannig að hér kom hv. þingmaður Óli Björn Kárason í ansvar við flutningsmann þessara ágætu tillögu og velti fyrir sér vaxtahækkun. Hvort að það myndi ekki bara leiða af sér að ef við myndum færa með þessar breytingar að vextir myndi einfaldlega bara hækka. Velta fyrir mér hvort að hv. þingmann hafi einhver skoðun á þessu. Nú er hv. þingmann búinn að lýsa því ágætlega að verðtryggingin sé fyrst og fremst svona eins og belti og axlabönd og smekkur og allt sem hægt er að hafa fyrir lánveitendann. Og því vaknar svo spurning hvort þessar áhyggjur þingmannsins hv. Ólafs Björns Kárasonar séu óþarfar. Mig langar líka að rifja upp með hv. þingmanni að þegar að hrunið var hér þá fóru menn í það að verja sparifé af öllu afli sem betur fer, hárrétt aðgerð. Á sama tíma var skipuð nefnd að mig minnir undir forsæti eða allavega forseta Alþýðusambands Íslands þeim tíma. Það tók hann á örskamma stund að koma að því að það var ekkert hægt að gera varðandi lántakendur. Það var ekkert hægt að gera fyrir þá sem skulduðu á þessum tíma í hruninu. Það er að segja að það var ekkert að aftengja vísitöluna neitt. Eftir sátu skuldarar og við þekkjum svo framhaldið. Ég velti fyrir mér hv. þingmann, nefndi það nú ágætlega sinni ræðu hér varðandi hag lánveitandana af því að þegar að vísitölulánin hækka að það milljarðarnir streyma bara inn að himnum ofan. Velti fyrir mér hvernig stendur á því að það er svona gríðarlega sterkir aðilar þarna úti sem verja þetta kerfi með kjafti og klóm. Og ég fæ ekki betur séð heldur en það séu til dæmis Alþýðusamband Íslands, vinnuveitendur, lífeyrissjóðir. Er það vegna þess að eins og hv. þingmaður lýsti kannski í byrjun sinnar ræðu að þetta er svo saman súrráð og sunga einhvern veginn inn í okkar kerfi að menn þekki þetta annað? Svara andsvari fyrir sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseta, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og góð orð.
Ég held að það sé alveg rétt að þessir aðilar sem hann nefndi undir lok sinnar ræðu, þetta náttúrulega bara ákaflega þægilegt fyrir þá. En vandamálið þetta. Ef við til dæmis eins og lítum á lífeyrissjóðina, verkefnið upp á framtíðina að gera auðvitað að auka hlut lífeyrissjóðanna í erlendum eignum, rétt eins og norski sjóðurinn. Síðast ég fletti því nú upp, þá átti hann engar eignir innan landamæra Noregs. Þannig að það sjónarmið að það hlýtur að vega þyngra auðvitað með tímanum, en kannski höfum við bara ekki efni á því að bíða eftir því. En varðandi þá spurningu hvort að vextir kunni að hækka hér, og það auðvitað eðlilegt að spurt sé, ef að húsnæðisliðnum væri bara klippt út eins og frumvarp það sem hér til umræðu gerir ráð fyrir, þá náttúrulega blasir það við að sú staða sem uppi á fjármálamarkaði hér, hvað í þeirri stöðu sem girðir fyrir það að þessir aðilar sem ástunda þessar lánveitingar hækki þessa vexti. Og talandi þessa vexti á þessum verðtryggðu lánum, þetta eru vextir á láni þar sem að lántakandinn búinn að gefa út ókeypis kaskotryggingu, eins og ég nefndi í minni ræðu, gegn öllum verðhækkunum, en svo má hann borga í ofanálag fyrir að veita þessa kaskotryggingu. Hann búinn að lofa það að tryggja þennan höfuðstól gegn öllum verðbreytingum. Þetta gífurlega sterkt og víðtækt loforð, og það svo víðtækt að það stappar nærri að það kippi fjárhagslegu sjálfstæði undan fótum þess mann sem að veitir slíkt loforð, eins og ég rakti hér í minni ræðu þegar ég talaði meðal annars aflahæfi. Þannig að ég hef áhyggjur af samkeppnisskilyrðum hér hvað þetta varðar. Þetta andsvar í síðara sinn hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, það gríðarlega mikilvægt að við ræðum einmitt líka þá þróun sem orðið hefur frá því að hin svokölluðu ólögslög voru sett, hvernig fjármálaheimurinn, fjármálamarkaður annað hefur þróast. Gleymum því ekki að tíma voru laun vísitölutengt líka, sem var svo síðan voru það nú því kippt úr sambandi. Það sem umræða hér rauninni ekki verið að leggja niður neina vísitölutengingar, það var að leggja til að vísitöluútreikningu sé breytt. Það að segja að eignin sem slík, það að segja fasteignin, hún fari út, en áfram séð samt ákveðinn kostnaður, rekstrarkostnaður slíkt við húsnæði sem sé inn í vísitölunni. Nú veit ég ekki hvort að hv. þingmaður man það rétt, getur munað það með mér fyrirgefðu, að ef að horft yfir ákveðið tímabil, ég man nú ekki alveg hvað tímabil allavega, ef við horfum svolítið aftur á baki tímann, og vísitalan sé reiknuð með þeim hætti eins og hún gerð í Evrópu víða, í Danmörku sem sé tekið, að þá hafi rauninni verið verð hjöðnur þegar kemur að þessari þróun vísitölu á markaði. Það er að segja að það neikvætt. Ég minni að ég hef séð einhver tölur þetta útreikninga hjá hv. flutningsmanni þessari tillögu ekki alls fyrir löngu, að það sláandi hversu mikil áhrif þetta hefur inn í okkar samfélag og útreikninga og þá stöðu heimilanna. Einhvern veginn finnst manni eins og í dag séu þeir hv. þingmenn sem hér hafa talað í ræðu lýstir raun frekar sjúku kerfi sem almenningur, sem heimilin standa undir, meðan að þeir sem eru að fjármagna eða veita fólkinu fyrirgreiðsluna sitja og fitna raun aðeins á nokkuð skapað hlut fyrir málunum. Svarar síðast andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni. Leyfðu mér að taka upp hans orð, sjúkt kerfi. Þetta kerfi auðvitað sjúkt. Það sjúkt og það byggist á styrkleikamun á milli aðila, og það byggist á skorti á samkeppni á markaði. Og ég ætla að leyfa mér að segja það, herra forseti, að ef við höldum aðeins áfram, ef ég má leyfa mér það, með þá hugsun sem ég nefndi hérna áðan, að bara færa okkur í hóp vestrænna þjóða og okkar nágrannaþjóða. Ef við bara förum og lítum á aðstæður eins og í Danmörku,
Þar eru menn núna að taka húsnæðislán með kannski innan við 2% vöxtum. Og það liggur alveg fyrir og getur hvaða mér liggur við að segja, barna á seinni árum segjum grunnskóla, getur alveg reiknað það út eftir einfaldri formúlu hvað á að borga af þessu láni fyrir hvern einasta gjalddaga þessa láns. Það er algjör fyrirsjáanleiki, alveg klárt. Hér veit ekki nokkur maður neitt. Og síðan er annað, takið mér eftir þessu, það er það að vaxtamyndun á óverðtryggðu láni. Við erum hérna með náttúrulega markað þar sem að vextir myndast í einhverjum markaðsviðskiptum og það gera þeir erlendis og við höfum samanburð við vexti annars staðar. En þessir verðtryggðu vextir sem svo eru nefndir, þeir eru án alls samhengis við umheiminn. Við höfum engan samanburð vegna þess að slík vaxtamyndun, hún þekkist ekki á svona almennu lánu. Það eru þetta ríkissjóður sem að gefa út skuldabréf með svona einhverjum ákvæðum. En að það sé markaðsverðmyndun með þetta, þannig að við erum hérna með þessa verðtryggðu vexti sem að eiga sér enga raunhæfa markaðsmyndun að baki sér. Framhaldið verður nú umræðu 7. dagskrármálið, vexti og verðtryggingu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, það eru tvö atriði sem mig langar til þess að koma inn á í framhaldi af þeim málum sem breiddað hefur upp á í fyrri ræðum þetta mál. Nú skilið aðeins á milli eftir smá hlé á umræðunni. Annars vegar snýr það vexti lána og hvernig þeir myndu þróast í breyttum aðstæðum. Og hins vegar langar mig að ræða hér mál sem að ég veit ekki til að hafi verið tekið upp hér áður eða angi af þessu, og það er sérstaklega áhrif verðtryggingar á landsbyggðina og þá með svokölluð köld svæði í huga. Það sem hefur gerst í gegnum áratugina er að með húsnæðisliðinn jafn sterkan inn í vísitölunni og raunin er, ef við horfum á langtímatrendinn, þá hafa verðtryggð lán sem fylgja vísitölu neysluverðs hækkað í þeim takti sem við þekkjum á sama tíma og fasteignaverð á köldum svæðum hefur jafnt og þétt lækkað. Tökum bara sem dæmi, við getum tekið sem dæmi svæði á Vestfjörðum, við getum tekið sem dæmi Sauðárkrók, Vestmannaeyjar. Flest öll landsbyggðarsvæði hafa verið með miklu lægri virðisaukningu fasteigna á sínu svæði heldur en vísitalan tekur mið af sem keyrist upp af þróun fasteignaverðs fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru undirliggjandi fleiri samningar og þróun fasteignaverðs allt önnur eins og við þekkjum. Þetta hefur síðan orsakað það að eigið fé fjölskyldna, íbúðareigenda og fyrirtækja á landsbyggðinni hefur minnkað vegna þessa. Fasteignaverð hefur staðið í stað að nafnvirði eða jafnvel lækkað á sama tíma og verðtryggðar skuldir viðkomandi fyrirtækis eða heimilis hækka vegna þróunar meðal annars fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er atriði sem ég held að ætti að koma til sérstakrar athugunar, því að þetta hefur haft yfir lengri tíma veruleg áhrif á landsbyggðinni. Og þarna ber okkur bara skylda til að skoða þetta vel, því að ég held að það hef ekki verið gert með nægilega ígrunduðum hætti eða jafnvel ekki yfir höfuð á fyrri stigum. Hitt atriði sem ég langaði að koma inn á hér í ræðu minni er
atriði sem hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom inn á í sinni ræðu. Afsakið, það var nú sennilega í andsvari sem hann kom inn á það. Og það voru áhyggjur hans af því að ef að húsnæðisliðurinn yrði tekinn út úr vísitölunni, þá myndu lánveitendur bara hækka vaxtaálagið sem einhverri reiknaðri tölu nemur. Hann nefndi 0,5% til að vega upp á móti þessu. Það er hvergi, að ég held, sá verðbréfamarkaður í heiminum þar sem fjárfestum stendur til boða viðlíka pappír og hér á Íslandi. Það sem sá pappír, það verðbréf sem er algengast og aðgengilegast, er verðtryggt lán með að meðaltali raunvöxtum, álagi og verðtryggingu í námunda með 4% með fyrsta veðrétti í steypu. Þessi pappír er hvergi til. Allavega ekki þeim magni að þetta sé algengasti lánapappír sem fjárfestum stendur til boða. Og staðreyndin er auðvitað bara sú, ef þessi pappír hættir að vera til, þá finna fjárfestar sér bara næstbesta pappírinn. Því að fjárfestar auðvitað kaupa bara þann pappír sem þeim hugnast best að vigtuðum 3 meginatriðum. Það er vextir, það er áhætta og það er lengd endurgreiðslutíma. Svo er þetta skuldaráhætta og þetta allt saman, en þetta eru þessi 3 meginþættir. Og þannig að ef að, við skulum bara kalla þetta besta pappírinn fyrir fjárfesti, ef hann er ekki lengur til, þá fer fjárfestirinn bara í næstbesta pappírinn og síðan þann á eftir. Þangað til myndast eitthvað nýtt jafnvægi. Fjárfestirinn er ekkert að fara að stinga þessum peningum til koddann eða einhvern annað. Þannig bara virkar ekki lífið. Þannig er þetta ekki í raunheimum. Fjárfestirinn mun bara alltaf kaupa þann pappír sem hann metur bestan hverju sinni og hér á Íslandi er boðið upp á pappír í því magni sem að hvergi þekkist í heiminum. Verðtryggt með að jafnaði í námunda við 4% raunvöxtum með veði í fyrsta veðrétti í fasteign. Þetta er pappír sem að fjárfestar erlendis skilja hreinlega ekki að sé til, en þetta er svo algengasti sem boðið upp á Íslandi. En þessi 2 atriði vildi ég nefna hér, þetta sem snýr að því að það mun bara, fjárfestar munu bara áfram hér eftir eins og hingað til leita í þann besta pappír sem þeim stendur til boða, og hins vegar þetta að tekið verði til sérstakrar skoðunar þau áhrif sem verðtryggingin hefur haft á eiginfjárstöðu heimila á landsbyggðinni með sérstaka áherslu á köld svæði þar sem að fasteignaverð hefur verið ekki hækkað í neinum takti við þróun fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu og þannig hefur eigið fé mjatlast út af þessum svæðum og orðið sjálfstætt vandamál ofan á önnur byggða vandamál sem hafa á löngum köflum verið mikil víða landið allt. Takk fyrir. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka ræðumanni hans ágætt innlegg hérna og hann auðvitað varpar mikilvægu ljósi á málið með því að fjalla það hvað til að mynda verðþróun á fasteignum er mismunandi eftir landsvæðum. En í því liggur líka óbein ábendingu það hvað þessi mælikvarði sem að menn halda að sé svona áreiðanlegur verðlagsþróun sem er þessi vísitala að meðtöldum húsnæðisliðnum og reyndar hvort sem er ófullkominn. Ég meina, ef að lítum á eitt atriði sem er inni í svona vísitölu sem að náttúrulega mælist það. Það er fyrir bara eins og tölvur, farsímar. Þetta er alltaf að lækka í verði. Samfara því sem að gæði þessara hluta aukast. Og þessi hugsun að það komi til greina að binda lánasamning þar sem að bara venjulegt fólk, einstaklingar, heimili á í hlut,
við jafn flókið fyrirbæri eins og þessi vísitala í raun og sanni að það vekur mér sífellda furðu, verð ég að leyfa mér að segja. Það er líka að þarna býr að baki, líka eftir það, eftir að mál hefur þroskast og þróast og aukinn skilningur og við erum hérna í allt öðruvísi þjóðfélagi, að menn skuli binda sig við þetta sem að felur í sér eins konar höfnun á því að við lifum í efnahagslífi þar sem að peningar eru gjaldmiðill. Menn koma hér og segja 6 hestar eða fengnir að láni og eitthvað svona. Þetta á við í vöruskiptahagkerfi. Í venjulegu landi þá myndast vextir á markaði þar sem að margir eiga hlut og það er í gegnum þá sem að hæfilegt endurgjald fyrir lánið er veitt, en við erum bara föst í þessum hjólförum, því miður. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég get ekki annað en bara tekið undir orð hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar. Þetta er auðvitað almennur lántaki sem gerir sennilega þann flóknasta fjármálagerning á lífinu þegar hann kaupir íbúðina sína eða húsið sitt. Hann hefur enga stöðu í þessum samningum og það er nú það sem hefur verið sjálfstætt vandamál á markaðinum hér á Íslandi, þá með tilliti til vaxtakjara og það hversu lítt þau bregðast við raunverulegu ástandi á markaði. Við sjáum til dæmis raunvaxta álag íbúðalána. Það hafði engin stórkostleg áhrif á þau lán þegar varð hér eitt stykki fjármálahrun. Það var náttúrulega miklu minni viðskipti með eignir tíð, en ef einhver eðlileg vaxtamyndun væri á þessum markaði, þá hefðu vaxtakjör gjörbreyst. Og það er auðvitað það sem við þurfum að komast í fyrsta lagi auðvitað að ná niður vöxtum. Því að út á það gengur þetta allt saman að það er að lækka raunvaxtastigið og halda áframhaldandi stöðugleika í efnahagslífinu með lágri verðbólgu. En það er auðvitað helsti hagur, það er það sem bætir kjör heimilanna mest og fyrirtækja sömuleiðis. Það er að ná hér niður vöxtum. Það er nú bara í takti við eitt af okkar meginstefnumálum í Miðflokknum. Það er að leggja til atlögu við það verkefni og ég er þess sannfærður að hér inni eru allir sammála um þetta þó menn deili á leiðirnar. En bara til að ítreka það sem hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson segir, vísitalan er óskiljanleg, hún er flókin og hún er ekki lausnin sem við getum lifað með til lengri tíma og sérstaklega ekki með húsnæðisliðnum sem meðhöndlar sérstaklega svæði mjög ójafnt. Og veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta er auðvitað kannski kjarni málsins. Þetta er fyrirkomulag sem er ekki mönnum bjóðandi. Enda er fólk ekki boðið upp á þetta annars staðar. Ég hafði tækifæri í hruninu. Hitti fjölda blaðamanna og fréttafólks sem var að inna mann eftir þessu sem háskólakennara á þessu sviði og svona. Og mér er ákaflega minnisstætt að það er mjög þekktur þýskur blaðamaður. Hann sagði ef þetta væri svona heima hjá mér að það hefðu hækkað allir höfuðstólar á okkar íbúðalánum 50%. Það væri bara götuvíg. Skömmu seinna hitti ég hollenska blaða- og fréttakonu og hún viðhafði áþekkt ummæli. Þetta er bara yrði hvergi liðið nema hér og þetta var náttúrulega hörmulegt til þess að hugsa að fólki skyldi boðið upp á það að fara hér í gegnum þetta hrun með þeim hætti sem að gert var, að höfuðstólar lánanna voru bara hækkaðir með þessum hætti. Það er þannig að þetta kerfi er auðvitað vel þekkt en menn bara nota það ekki af því að þeir vilja ekki, af því að þeir telja þetta ekki boðlegt. Ég minntist á það í minni ræðu hér fyrir þessar umræðu að auðvitað fylgjast ýmsir með okkur og
og myndu vera fljótir að grípa upp fjármálasnilld ef hún birtist hér, og það sem við höfum að bjóða umheiminum er þetta, og það er engin kaupandi að þessari vöru. Og fyrir utan það, herra forseti, við eigum hérna 30.000 manns í útlöndum og eigum við að bjóða þetta fólk hérna velkomið heim í ískaldan náðarfaðm verðtryggingarinnar. Hversu eftirsóknarvert er það? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Gott í sveitinni. Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég tek bara undir orð hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar. Þetta er bara pakki sem enginn er að kaupa annars staðar og við verðum að finna leiðir út úr þessu og í það þurfum við að einhenda okkur. Ég hef sömu reynslu þess að reyna að útskýra þetta fína kerfi okkar fyrir erlendum vinum mínum og maður auðvitað bara hættir því mjög fljótlega. Einhvern tímann var maður að baksa við það að útskýra fyrir þeim reikningsskilin sem tóku á þessum. Maður hætti því auðvitað fljótlega. Ég vona að maður geti fljótlega hætt að útskýra þetta illútskýranlega mál fyrir erlendum kollegum og vinum. En ég held að það sem þurfi að gerast og menn verða að átta sig á er að fjárfestar, þeir mun alveg hafa það ágætt utan búblunar, komnir undan hitalampanum. Þetta mun allt saman leysast. Það að rökin, það sem haldið er fram, á hverju ætti einhver að vilja lána pening ef hann fær ekki peninginn tilbaka plús vexti. Það er bara þannig að þeir sem eiga pening, sem eiga fullt af peningum, og þeir eru bara að hafa það verkefni, ef þeir ætla sér það, að ávaxta þá, og það getur bara farið í báðar áttir, það þekkjum við. Það fór alveg ofboðslega mikið í aðra áttina í hruninu hérna hjá okkur. Og þetta er fjárfestar, þetta er fullorðið fólk sem mun alveg lifa það af að átta sig á því að heimurinn er harður og eignaverð getur farið upp og niður og verðmæti peninga sömuleiðis. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni ræðuna hér frumvarp til laga sem er hér til umræðu vexti og verðtryggingu eða breytingum er varðar húsnæðislið vísitölu neysluverðs. Margt athyglisvert í ræðu hv. þingmanns, sér í lagi þann part ræðunnar sem hv. þingmaður talaði áhrif verðtryggingar á landsbyggð eða köld svæði og þar sem hv. þingmaður ræddi meðal annars þróun fasteignaverðs hér á höfuðborgarsvæðinu sem auðvitað hefur keyrt þessar hækkanir sem hafa verið að baki þeirri hækkun á vísitölu neysluverðs undanfarandi misseri. Gengisstyrking krónunnar hefur síðan haldið aftur af. Þessir tveir þættir hafa í raun og veru ráðið til þróun vísitölunnar sem mælikvarða og þá þeirrar staðreyndar að hér hefur verið verðstöðugleiki í hartnær 4 ár mældur með þessum hætti og nú er það svo að hv. þingmaður hér í andsvari við hv. þingmann Ólaf Ísleifsson ræddi hér verðtryggingu og það er það sem ég ætlaði að spyrja hér í fyrra andsvari. Það er auðvitað viðurkennt að verðtryggingin valdi hér bara sveiflum í hagkerfinu og óstöðugleika í sjálfu sér eins og verðtryggingin virkar af því að mikill hluti af lánasamningum til kaupa húsnæðis er með þessu formi. Þetta hvetur jafnvel, þá má færa fyrir því rök að hvetji til aukinnar skuldsetningar eins og fyrirkomulagið á jafngreiðslulánunum er.
Þetta þvælist fyrir framgangi peningastefnu þar sem þetta bítur ekki eins mikið. Þetta hefur komið fram og truflar þannig leiðni stýrivaxta. Þannig að spurning mín í raun og veru afstöðu hv. þingmanns til verðtryggingar, hvaða leiðir sér hann í því, vegna þess að þetta mál sem við ræðum hér, að við bara myndum taka þetta fyrirkomulag til gagngerrar endurskoðunar og af þessum lánum, þá þyrftum við ekki að vera að ræða þennan mælikvarða. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Já, þessi umræða hér í dag væri verulega einfaldari ef verðtryggingin væri ekki til staðar. Þá værum við eflaust að ræða eitthvert annað þjóðþrifamál þessa stundina. Ég hef ekkert á móti því að ákveðin gerð aðila geti bundið sig í verðtryggðum samningum. Ríki, sveitarfélög, ákveðin stærri, segjum til að mynda bara leigufélög, stærri fasteignaleigufélög, hvort sem það hver sem rekstrarlegur tilgangur þeirra sem eru gegnumgangandi með vísitölubundna leigusamninga og til áhættuminnkunar þætti mér ekkert athugavert að slíkir aðilar væru með fjármögnun sína í verðtryggðum pappírum sem þá leið yrðu, ef allt væri eðlilegt, á allt öðrum raunvaxtakjörum heldur en við erum að horfa á í dag, sem gæfi þá aftur, til dæmis í tilfelli leigufélaganna, svigrúm til verulegra lækkaðra leigu, því að það auðvitað þannig að vaxtakostnaður ég myndi halda á þess að ég hafi skoðað langstærsti kostnaður, fjármögnunarkostnaður langstærsti kostnaðarliður þessara félaga. Þannig að aftur snýst þetta allt að ná vöxtum niður. En ég held að til að svara, því að mér finnst líklegt að hv. þingmaður hafi verið að horfa til þess hver afstaða mín gagnvart verðtryggðum lánum til einstaklinga sé, þá held ég að við þurfum að leita allra leiða til að komast út úr því kerfi sem nú við lýði, sem mögulegt er. Þetta deyfir auðvitað markaðinn. Við þurfum að ná raunvaxtastiginu niður og það auðvitað næst allt eins niður í nafnvaxta óverðtryggðu umhverfi eins og verðtryggðu. En þetta svo lamandi hvernig þetta virkar núna og þetta hefur svo í rauninni neikvæð áhrif eða lamandi áhrif hvað það varðar að peningastefnan virki bærilega, að mín afstaða sú að við verðum að finna leið út úr þessu kerfi. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég skil hv. þingmann svo að hann myndi vilja breyta fyrirkomulaginu og ég tek undir með hv. þingmanni. Ég hef stundum sagt að við höfum að komast út úr þessari umræðu að banna eitthvað, breyta fyrirkomulagi sem snýr að lánum á milli þegar einstaklingar að taka lán til fasteignakaupa, sem stóri hlutinn af þessum verðtryggðu lánum þegar einstaklingar að skipta hér við lánastofnanir og hafa auðvitað ekki flestir hverjir þá þekkingu og reynslu til að kljást við í slíkum samningum gagnvart lánastofnunum. Hins vegar ekkert óeðlilegt við það að það séu verðtryggðir samningar heimilir og ég til að mynda til að það væri bara skynsamlegt að þegar ríkið að gefa út skuldabréf að það væru verðtryggð bréf að hluta til og stórir fjárfestar á markaði geri slíka samninga sín á milli. Það myndi styrkja hér peningamál og hagkerfið en við eigum ekki að hafa þetta fyrirkomulag, breyta þessu fyrirkomulagi þegar kemur að einstaklingum og þessari fjárfestingu í húsnæði. En að vísitölunni gefum okkur það að við sitjum föst hér áfram með þessa umræðu verðtryggingu og breytingarnar aðeins varðandi, af því það hægt að nú vísitala bara mælikvarði á einhverjar stærðir og hægt að reikna út vísitölu í raun og veru á hverju sem er. Við getum til að mynda reikna út vísitölu á trausti til Alþingis og tekið það síðan reglulega upp hér í umræðu hvernig sú vísitala væri að þróast.
af því að hér lagt til að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni. Það eru svona flestir hagfræðingar, allavega sem ég hef kynnt mér, sem vilja reikna húsnæðiskostnað með einhverjum hætti inn í vísitölu. Bara álit hv. þingmanns á því. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Þakka spurninguna frá hv. þingmanni. Ég held að það væri einn valkostur væri að forma nýja vísitölu þar sem verðþáttur húsnæðis væri tekinn út, rekstrarþátturinn væri inni. En nú, án þess að ég hef gert sérstaka úttekt á því, þá held ég að tveimur valkostum þá væri mikilvægara að taka húsnæðisliðinn út og láta aðra liði halda sér, vegna þess að rekstrarhluti húsnæðisins að öllum líkindum að sveiflast með mjög svipuðum hætti og aðrir þættir vísitölunar. Ég verð að ítreka, ég hef ekki skoðað þetta sérstaklega, en ég held að skekkjan gagnvart, við skulum kalla það raunheimum, hún myndi minnka með þessu. Því að vissulega væri þá, eins og tillagan leggur til, þá húsnæðisliðurinn tekinn út í heild sinni og þar með rekstrarhlutinn. Eins og ég segi, án þess að hafa skoðað það grundigt, þá myndi ég telja rekstrarhluti fasteigna sveiflaðist með mjög svipuðum hætti og aðrir þættir vísitölunar, þannig að þá værum við, það myndi mattsa á móti öðrum hlutum vísitölunar, en fasteignaverðshlutin væri þá komin út, sem til að mynda, eins og við þekkjum, að halda uppi orsaka það að yfir höfuð vísitalan að hækka undanfarin ár á meðan gengisbreytingarnar hafa verið að vinna í hina áttina. Ég held að ég verð að svara spurningunni með þessum hætti. Af tveimur valkostum, best væri að það væri vísitala þar sem rekstrarþátturinn væri inni og hann á nokkurs vafa hægt að forma, en ég held að skekkjan verði ekki mjög umtalsverð þó að húsnæðisþátturinn í heild sé tekinn út vegna þess að rekstrarhluti húsnæðisþáttarins sveiflast með svipuðum hætti og aðrir þættir vísitölunnar sem eftir væru. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta mjög áhugaverð umræða að taka þátt í og ég deili þeim áhuga sem hér hefur komið fram varðandi hversu æskilegt væri að losna við þetta útlánaform, raun og veru bara verðtrygginguna almennt sem hefur gegnsýrt okkar fjármálakerfi áratugaskeið. Mér þykir samt við oft skjóta okkur fram hjá rót vandans sem raun og veru að verðtrygging í gegnum tíðina hefur verið leið okkar til að takast á við hátt vaxtastig, háan vaxtakostnað, hér á landi mun hærri vaxtakostnað heldur en í nágrannalöndum okkar. Og það kannski til þess að reyna að einfalda málin, við völdum þessa leið á endanum til þess að taka þennan vaxtakostnað að láni, ef svo mætti orða, í gegnum lánstímann, að dreifa vaxtabyrðin einhvern veginn yfir lánstímann, en sætt okkur leið auðvitað við alla þá skelfilegu fylgifiska sem að því fylgja eins og háa greiðslubyrði lánanna í gegnum allan lánstímann, auðvitað þennan ófyrirsjáanleika með höfuðstól sem getur tekið öllum sínum sveiflum út frá sveiflum í verðlagi hér á hverjum tíma, en það aftur leiðir svo hugann að annarri rót vandans sem einmitt þessi óstöðuleiki í verðlaginu og oft á tíðum óstöðuleiki í þá okkar gjaldmiðli og myntumhverfi sem að þetta mjög drjúgur partur af verðbólgu okkar í gegnum tíðina. Við sjáum að það bil 40% af verðbreytingum hér á landi á undanförnum áratugum eiga rót að rekja beint til sveiflna í gjaldmiðli. Við erum reyndar að njóta góðs af því núna því að krónan hefur verið að styrkjast og þess vegna innlend verðbólga án húsnæðis mjög lág, en oftar en ekki hefur því verið öfugt farið að við höfum verið að taka á okkur mikil gengishögg sem hafa leitt til mikilla hækkana á höfuðstólum verðtryggðra lána
og auðvitað mikillar verðbólgu. Þessi umræða er auðvitað nátengd umræðinu hvort við ættum að ganga svo langt að banna beinlínis verðtryggingu, að leggja skýrt bann við því að heimilt sé að verðtryggja lán. Og eins lítill aðdáandi verðtryggingar og ég mæli engan veginn með þessu lánaformi með nokkrum hætti, þá hef ég líka bent á að óverðtryggðu vextirnir okkar eru bara yfirleitt hærri og okkur standa til boða í algengasta lánaformin okkar, húsnæðislánunum, að taka þau lán líka óverðtryggð og gegnumgangandi hafa vaxtakjörin þar verið hærri heldur en okkur boðin í óverðtryggðu láni hverju sinni að teknu tilliti til verðbólgu líðandi stundar og mér sýnist svo vera enn. Lífeyrissjóðir í dag að bjóða held ég hagstæðustu kjör verðtryggðra lána upp á reyndar breytilega vexti, einhvers staðar á bilinu 2,6 til 2,8% verðtryggða vexti, á meðan að hagstæðustu kjör sem boðið upp á í óverðtryggðum lánum einhvers staðar á bilinu svona 5,6 upp í 6%. Talsvert meira álag heldur sem nemur verðbólgu líðandi stundar sem rétt rúmlega 2% í dag. Og þetta virðist eiginlega alltaf hafa verið og mögulega má segja, lánveitendur telja sig betur varða í verðtryggðum kjörum heldur en óverðtryggðum, tilbúnir til þess að taka meiri áhættu eða dýfa sig neðar. Mér finnst þetta hins vegar endurspegla bara enn og aftur og ég get eiginlega endurflutt ræðu frá því áðan að stundum borgar sig að ráðast einmitt að rót vandans sem þá óstöðuleiki gjaldmiðilsins sem við erum með, kostnaður peningastefnunnar sem við vinnum eftir. Ég hef sjálfur verið talsmaður þess mjög lengi að okkur væri mun betur borgið með því að taka upp aðra og stærri mynd og byggja það ekki bara á einhverri blindri aðdáðun á Evrópusambandinu sem að gjarnan nefnt í því samhengi, heldur ég horfi bara einfaldlega á þann kalda veruleika að svona lítið myntsvæði eins og íslenska krónan verður aldrei stöðugt, alveg sama við hvaða peningastefnu verður stöðust. Krónan okkar verður alltaf eins og korktappi á úthafinu í raun og veru að takast á við einhverjar sveiflur í umhverfi okkar og það sem verra að áhrifin af þessum gengissveiflum verða alltaf miklu meiri heldur en nágrannalönd okkar eiga að venjast, af því að við erum miklu útsettari fyrir innflutningi eða áhrifum á innfluttu verðlagi heldur en að þessi efnahagskerfi sem við erum að bera okkur saman við erum. Það finnst mér meginrökin fyrir stærra myntsvæði. Það einfaldlega því að viðskipti okkar innan þess sama myntsvæðis verða meiri heldur en eru innan krónunar. Það sama má segja til dæmis Norðmenn eða Svía að á endanum Noregur í grófum dráttum 10-falt stærra hagkerfi heldur en okkar. Svíþjóð 30-falt stærra hagkerfi. Það einfaldlega miklu meiri framleiðsla heima fyrir, miklu minni áhrif af sveiflum í gengi gjaldmiðlanna, þó svo að vissulega sveiflist allir gjaldmiðlar. En það þessi áhrif inn í verðlagið heima fyrir sem skiptir mestu máli. Þannig að ég horfi alltaf á það sama. Rót vandans óstöðugt gengisumhverfi, hátt vaxtastig. Og háa vaxtastigið einhverju leyti bein afleiðing af hinu fyrrnefnda. Við erum með einhverjum hætti að reyna að hafa hemil á gjaldmiðlunum okkar, reyna að tryggja, og það virðist vera mat Seðlabankans í það minnsta, að hér þurfum við viðvarandi hátt vaxtastig. Plus mínus 3% raun vaxtamun við nágrannalönd okkar til þess að halda gjaldmiðlunum sæmilega stöðugum og hefur hann þó ekki verið neitt sérlega stöðugur í gegnum það umhverfi. Ég kalla eftir því að við förum í umræðu hér í þinginu þessa endurskoðun á peningastefnu. Ég opinn fyrir öllum hugmyndum þar. Ég segi bara að þetta allt of kostnaðarsamt vandamál fyrir bæði atvinnulíf og heimili að vera með svo kostnaðarsama mynd. Ef við getum fundið betri leið með íslenskri krónu, ég alveg tilbúin til þess að hlusta á rök þar. Við höfum hins vegar ekki fundið hann ennþá. En ég kalla þá líka eftir því að menn nálgist það með opnum huga að mögulega þurfum við að finna aðrar lausnir heldur en krónuna ef við raunverulega viljum ná kostnaði heimilanna niður. Því að það hlýtur að vera sameiginlega markmið okkar allra. Ég nefndi hér áðan ætli innlendar skuldir hagkerfisins séu ekki hér einhvers staðar 6.000 milljarðar. Vaxtamunurinn, hvert prósent kostar okkur þar af leiðandi 60 milljarða á ári.
3% vaxtamunur kostar okkur 180 milljarða á ári og hann í það minnsta það, ef ekki hærri, þegar við berum okkur saman við til dæmis þau lánskjör sem nágrannalöndum okkar bjóðast í óverðtryggðum húsnæðislánum á móti óverðtryggðum lánum hér. En ef við förum aðeins aftur að efni þeirra tillögu sem hér hvort betra væri þá að vera með vísitölu neysluverðs með eða án húsnæðis þegar kemur að verðtryggingu langtímaskuldbindinga. Ég segi svo sem persónulega skoðun hvort tveggja jafn slæmt, hvort tveggja verðtryggt og úr því umhverfi vildi ég helst losna. Ég velti því aðeins fyrir mér hvort að flutningsmenn þessara tillögu hafi þá velti fyrir sér hvað áhrif hefur þetta á markaði, því að á endanum erum við þá alltaf með þennan samanburð. Við erum með einhver óverðtryggð kjör og verðtryggð kjör sem verið að bera saman og lánveitendur eru væntanlega stöðugt að bera saman. Þennan vaxtamun sem þar viðvarandi á milli. Og ef við breytum grunninum í útreikningi á verðtryggðum kjörum, þannig að einmitt áhrif verðbólgu yrði væntanlega meðaltali minni heldur en þau eru í dag, hefur það ekki bara áhrif í verðtryggðu vextina? Ég myndi í það minnsta óttast að það yrði nákvæmlega það sem að myndi gerast. Ef við myndum nú kippa út helmingnum af þeim liðum sem notaðir eru til útreiknings á vísitölu neysluverðs hverju sinni, oft gott að taka eitthvað svona öfgadæmi til samanburðar, þá held ég að leiki ekki nokkur vafi á því að væntanlega myndu bara lánveitendur aðlaga sig að því. Húsnæðisliðurinn fjórðungur eða fimmtungur ef ég man rétt af vísitölunni. Ég óttast að þetta gæti haft veruleg áhrif og í öðru lagi horfum við auðvitað til þá líka annarra tillögu sem hér fyrir þinginu núna að styðjast fremur við samræmda vísitölu neysluverðs sem ekki með fasteignaverðinu sjálfu inni, heldur einvörðungu þá húsnæðiskostnaðinum og þar spyr maður sig þá aftur það kannski eðlilegri nálgun að húsnæðiskostnaður endurspeglar jú einhvern veginn framfærslukostnað okkar á hverjum tíma. Við séum þá frekar að reyna að festa okkur í þeirri mælingu sem svona hinni almennu verðmælingu líka á verðbólgu hverju stigi, hverju tímabili en ekki bara hækkun fasteignaverðs. Og ef við horfum á til dæmis samanburðinn á þessu tvennu, þá finnst mér athyglisvert að velta því fyrir mér að vísitala neysluverðs án húsnæðis hefur hækkað frá 1988 til 16% minna heldur en vísitala neysluverðs með húsnæði. Þetta munar verulega, það þarf ekki að fara í grafgötu með það. Þetta eru 30 ár sem í dag teldist sennilega einhvers konar meðallíftími fasteignaláns. Þannig að það þá alveg ljóst að einstaklingur sem hefði tekið 30 ára lán með þennan grunn að öllu öðru óbreyttu hefði borgað 16% minna þegar upp væri staðið heldur en ella. Það hins vegar athyglisvert að það eiginlega meiri munur, sýnist mér í fljótu bragði, á samræmdu vísitölunni heldur en þetta. Og sem kannski, og ég verð að segja það að það kom mér í raun og veru á óvart að munurinn væri ekki meiri heldur en þessi 16% yfir þetta langa tímabil. Og þá vitum við þetta að fasteignaverð sveiflast. Það koma löng tímabil þar sem að fasteignaverð hreyfist lítið sem ekkert jafnvel lækkar, allavega í það minnsta að raunvirði. Og ég velti því fyrir mig hvort að flutningsmenn þessara tillögu hafi eitthvað skoðað einmitt samanburðinn á þessu tvennu, því að þarna sýnist mér þá að öllum líkindum hafi annar húsnæðiskostnaður okkar lækkað talsvert á þessu tímabili sem að vegir úr á móti fasteignahækkunum. Það auðvitað það sem getur verið mjög áhugavert að velta fyrir sér í þessu samhengi. Það fljótlegt að nefna einn þátt, vextir koma inn í útreikning á þessum vísitölum. Þeir hafa lækkað, raunvextir hafa lækkað verulega á þessu tímabili, hafa vafalítið áhrif þarna. En ef ég man rétt þegar ég skoðaði þá tillögu sem hv. þingmaður Willum Þór Þórsson síðan hér flutningsmaður fyrir sem þegar komið fyrir þingið að nýta samræmda vísitölu í stað vísitölu neysluverðs, að þá hygg ég að á mun skemmri tíma, sennilega ekki nema einhverjum 10-15 árum sem ég held að ég hafi skoðað í þeim samanburði, hafi munurinn á þessum tveimur vísitölum verið áþekkur, þar að segja 15-20%. Þannig að ég held að þetta gæti verið áhugavert bara út frá hagsmunum neytenda þegar við berum saman þessar tvær mismunandi vísitölur.
Ég óttast hins vegar og aftur eins og ég nefndi hér áðan að þetta myndi á endanum koma fram með einhverjum hætti bara í hærra vaxtastigi en ella ef við förum að fikta í svona grundvelli vísitölunar og þar kannski liggur hundurinn grafinu og svo mætti orðið komast. Við erum með peningastefnu sem er með verulegan vaxtamun við nágrannalönd okkar, þessi 3% að raungildi undanfarin ár, áratugirnar. Við erum með of litla samkeppni á fjármagnsmarkaði að mínu viti, þó svo að lífeyrissjóðir hafi verið að auka útlán sín núna með beinum hætti til fasteignakaupa, að þá sýnist mér að almennt sé samkeppni samt á fjármálamarkaði of lítil og við heyrum raunar kvartanir út af áhrifum innflæðishaftana núna að það sé hreinlega komin stífla í markaðinn. Það vanti innflæði erlends fjármagns þegar lífeyrissjóðir séu fyrst og fremst að fara út og sinni miklu minna en áður fyrirtækjamarkaði til dæmis og sveitarfélagamarkaði og vaxtakjör á þessum útlánum séu að hækka á sama tíma og Seðlabanki að lækka vexti. Þannig að þetta eru þetta umhugsunarefni og af hverju erum við með litla samkeppni á fjármagnsmarkaði. Okkur hefur aldrei tekist að fá erlenda aðila til þess að starfa hér á þessum markaði, ekki nema bara því marki að lána stærstu, sterkustu fyrirtækjunum okkar með tekjur í erlendri mynt. Það eru einu aðilarnir sem að erlendir fjármagnsaðilar, erlendir bankar hafa raun og veru vilja snerta á og skýringin sem maður heyrir á áhugaleysið þeirra er mynt. Þeim finnst einfaldlega markaðurinn of lítill, myntin of sveigingin við verðum að ráðast að rót vandans sem er þetta háa vaxtastig, óstöðuga mynt og gengisumhverfi sem við erum að glíma við og verðbólgan sem að því hlýst. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmi Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir hans innlegg. Mér leikur áhugi á að vita, ég þekki það mjög vel að hann vildi gjarnan sjá hér aðra mynt en við erum með, en í þeim efnum erum við ekki sammála, þó við séum eflaust sammála ýmislegt annað. En mér leikur hugur á að vita hvað hann sér fyrir sér gagnvart heimilum, sem sagt þessum almennum íbúðalána, þessum almenna íbúðalánataka, þá er ég ekki að tala um fyrirtækjamarkaði, ekki ríkið, hvað hann sér fyrir sér. Vill hann halda óbreyttu kerfi hvað verðtrygginguna varðar eða sæi hann kost í því að setja einhverjar takmarkanir á verðtrygginguna, hverjar væru þær þá? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég játa það fúslega. Ég hef einblínt í mínum tillögum mjög mikið á rót vandans og hvernig við tökum á því hvort heldur sem er með endurskoðun peningastefnu út frá krónu eins og í gegnum myntráðsleiðina sem að Viðreisn lagði upp með eða reyna og klára upptöku erlendra myntar sem ég tel reyndar alltaf vera besta kostin í slíku. Ég útiloka ekkert að það sé hægt að lagfæra með einhverjum hætti verðtrygginguna sjálfa með einhverjum útfærslum sem þessum. Hef margoft velt í einmitt fyrir mér nákvæmlega því sama, ættum við að kippa út svona liðum eins og allavega fasteignaverðinu sjálfu. Ég teldi líka ekkert óeðlilegt að kippa út í þeim samanburði skattaákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma. Tel óeðlilegt að ákvarðanir skattheimtu ríkissjóðs að hafa áhrif á verðtryggðar skuldir. En ég hef ekki talið það góða hugmynd að takmarka heimildir heimilanna til verðtryggðra skulda. Ég held að við verðum að leyfa fólki að hafa frelsi til þess að ákveða það sjálft, hvort að taki verðtryggt, óverðtryggt eða einhverja blöndu þar af. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti. Hv. þingmaður mig grunar að hann hafi misskilið spurningu mína örlítið. Ég var í sjálfu sér meira að hugsa takmarkanir frá enda lánveitandans, ekki sem sagt valkost heimila til þess að taka verðtryggð lán eða óverðtryggð, heldur að ramma inn sem sagt að lánveitingaheimildirnar með einhverjum þeim hætti að hér fyrr í dag var þetta í einhverju samhengi kallað kaskótrygging án sjálfsábyrgðar fyrir lánveitandann. Hann væri með belti, axlabönd, smekk og allar þær öryggisráðstafanir sem mögulega væru, en lántakendinn væri út í vindinum ef eitthvað óvænt kæmi upp. Hafa slík atriði eitthvað komið til skoðunar hjá hv. þingmanni eða í hans ranni? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti. Já, ég biðst forláts á því að það er greinilegt að ég misskildi aðeins spurninguna. Af hlið lánveitanda, já, það mætti auðvitað velta fyrir sér, ætti að vera einhvers konar þök ef það koma svona verðbólguskot eins og við þekkjum, einhvers konar takmörk fyrir því hvort að það geti gengið að fullu út í verðtryggingu eða ekki. Ég er sett best að segja frekar efins slíkar ráðstafanir og ekki það að ég ber ekki hag neytenda fyrir brjósti. Ég taldi reyndar á sínum tíma þegar við fórum í gegnum hrunið að það hefði verið full ástæða til slíkra inngripa þá. Hefði reyndar verið tækifæri til þess að mínu viti ef að mönnum hefði haldist á fjármálakerfinu eins og var raun og veru búið að stilla því upp eftir með neyðarlögunum, að einmitt það hefði verið hægt að endurskipuleggja heimilin kannski hraðar með ákveðnari hætti heldur en að raunin varð. En almennt séð, burt séð frá slíkum, ég getum sagt svona náttúruhamförum bara eins og þarna urðu, að þá held ég að reynslu okkar af því að reyna að setja einhvers konar þak á hámarksvexti eða eitthvað þess háttar hafa aldrei gefið neitt sérstaklega góða raun. Á endanum einhverjir markaðskraftar að takast þarna á undir þó svo að markaðurinn sé ófullkominn. Bið hv. þingmenn að virða ræðutímann. Næstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka ræðumanni hans ágætt innlegg hérna og það er auðvitað mjög gagnlegt að maður með hans bakgrunn, líka af samskiptum og ábyrgð á lífeyrissjóðunum, leggi hér orðið belg. Hann lýsir áhyggjum sínum af því að verði húsnæðisliðurinn felldur út úr vísitölunni, að þá muni hinir svokölluðu óverðtryggðu vextir einfaldlega verða hærri. Er í ljósi þess að þessi verðtryggingarjöfnuður, sem við erum ekki vel við að nota þetta orð, en í ljósi þess að ég getur sagt bara að bankarnir hagnast á verðbólgu vegna þess að þeir eiga meira af verðtryggðum eignum heldur en þeir skulda verðtryggt, og í ljósi þess að samkeppni á milli þeirra er vægast sagt ófullkomin, eins og hv. ræðumaður hefur sjálfur tekið hérna fram, er hann undrandi á því, eða myndi það koma honum á óvart, að óverðtryggðir vextir myndu hækka í þessu fákeppnis samfélagi sem við búum hérna við í þessum efnum? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það sem ég átti við, ég var kannski ekki nægilega skýr með. Það eru nú ekki óverðtryggðu vextirnir sem ég hefði áhyggjur af, heldur einmitt bara að verðtryggðu vextirnir sjálfur myndu hækka á móti. Bara til einföldunar, ef við endurskoðuðum grunninn til verðtryggingar þannig að hann væri, segjum bara jafnaði 0,5% lægri heldur en verðbólgan almennt, að við sæjum þá bara 0,5% koma inn í verðtryggðu kjörin í staðinn. Ég held, þetta er auðvitað bara eitt af þessu sem við vitum ekkert fyrir á reyni. Kannski væri þetta algjörlega innistæðulausar áhyggjur á minni hálfu, en við sjáum það eins og alveg, og mér heyrist ég
ég og hv. þingmaður vera sammála það að á endanum þyrfti samkeppni hér á fjármagnsmarkaði að vera meiri og fleiri aðilar sem kæmu að honum heldur en raun ber vitni. Við erum auðvitað að glíma við þetta á flestum mörkuðum hér heima fyrir, sérstaklega þeim sem svona stórir eru. Og þess vegna auðvitað óttast maður alltaf það að sá skortur myndi brjótast fram með þessum hætti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég þakka svarið. Þetta mættu við ræða lengi, en ef við lítum á það að vextir á verðtryggðum skuldbindingum, það er engin markaður sem við getum borið okkur saman við. Við getum borið saman við vexti hér á óverðtryggðum lánum. Það er bara eitthvað sem hægt að jafna saman við sambærilega hluti í nágrannalöndum og heiminum öllum. En hvað þetta varðar er engin samanburður og verður auðvitað að segjast eins og er að þessir svokölluðu verðtryggðu vextir bera ekki sérlega sterk einkenni þess að þeir séu markaðsmyndaðir að neinu verulegu leyti, heldur fæðist í þessu samfélagi fákeppni og ójafnaðar, ef ég má leyfa mér að segja það. Ég geri ráð fyrir því að það sé ekki mikill skoðanamunur á milli mín og þingmannsins hv. Það að almennt talað eru boð og bönn miður æskileg í viðskiptalegum efnum, en er það möguleiki í huga hv. þingmanns að það yrðu sett ákvæði sem að myndu takmarka það hversu hátt þessi verðtryggðu vextir gætu náð hér? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, við erum sammála, ég og hv. þingmaður, að boð og bönn eru sjaldan af hinu góða og það eru þetta bara því miður þannig að jafnvel þegar löggjafinn reynir með góðum ásetningi að grípa inn í markaði með einhvers konar bönnum, að þá hefur það oft bara mjög óæskilegar hliðarafleiðingar og við þekkjum alveg, og hv. þingmaður enn betur heldur en ég, sögu einhvers konar hámarksvaxta og hvaða umhverfi það skapaði hér, annars vegar í neikvæðum raunvöxtum sparifjáreigenda langt árabil, verulegum skorti á fjármagni og þeirra forréttinda eða bara klíkuskapar sem var til í kringum þá að ná aðgengi að fjármagni með þeim leiðum. Það væri náttúrulega draumur ef það væri hægt að setja hámark á þessa verðbólgu sem eru rótin að þessu öllu, en þar er þetta óstöðuga efnahagsumhverfi okkar enn og aftur rót vandans. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég hlusta alltaf með athygli þegar hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson tekur til máls mál sem varða efnahagsmál og ber virðingu fyrir hans miklu þekkingu á þeim málaflokki. Og við erum sammála held ég eitt, ég og hv. þingmaður, það er það að peningamálastefnan eins og hún sé rekin á Íslandi í dag sé handónýt. Okkur greinir kannski aðeins á það hvernig sé hægt að breyta því, af því að hann er sínu frjálslyndari heldur en ég, að því leyti til að hann er til í að taka upp aðra mynt sem ég er tregur til, og þess vegna langar mig til að spyrja hv. þingmann, hvaða breytingar sér hann helstar nauðsynlegar til þess að breyta peningamálastefnunni eins og hún er rekin núna innan þess að við höldum í myntina? Hvað telur hann nauðsynlegt til þess að svo geti verið? Vegna þess að ég er sammála þingmanninum algjörlega það að hátt vaxtastig hér er að gera Ísland lítt samkeppnishæft. Ungt fólk sest ekki hér vegna þess að það er dæmt til að borga 3- til 4-falda vexti á fasteignalánum miðað við nágrannalöndin, og þetta er óþolandi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og hans hlý orð. Vandinn auðvitað í þessu
við höfum eiginlega, það ekkert nýtt undir sólinni í þessu, við höfum eiginlega prófað flestar útgáfur lengst af, eitt sinn voru reyndar hér með danska krónu sem að mörgu þótti reyndar virka ágætlega og kannski hefðu verið stærstu mistökin við sjálfstæði að halda henni bara ekki, heldur taka upp sjálfstæða mynt. Færeyingum vegnar ágætlega með danskri krónu, svo dæmi sé nefnt, þrátt fyrir ósveigjanleikann sem því fylgir. En okkar niðurstaða varð á endanum áratugir í gjaldeyrishöftum, þar sem að við fórum hérna í gegnum mjög reglubundnar gengisfellingar innan þeirra hafta þegar við vorum búin með gjaldeyrinn okkar í einföldu máli. Síðan höfum við prófað nokkurs konar fastgengistefnu sem sprakk. Síðan prófuðum við hreint verðbólgumarkmið sem sprakk líka og Seðlabankinn núna í raun og veru að reyna að útfæra það sem hann hefur kallað verðbólgumarkmið plús eða plús eða hvaða tækjum hann kýs að bæta við, sem í raun og veru einhvers konar endurhvarf til haftaumhverfis þó takmarkaðara síðan áður. Þess vegna okkur vandi á höndum. Ég held að við höfum prófað flestar þær útgáfur með sjálfstæðri mynt sem í boði eru. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Það reyndar, eins og ég vakti athygli á hér í nýlegri ræðu, þá eru verðbólguvæntingar Seðlabankans á hverjum tíma sem hann leggur meðal annars til grundvallar þess þegar hann tekur stýrivaxtaákvarðanir. Þær hafa verið fjarri öllu lagi núna í 4 ár eða svo og alveg víðáttu fjarri, og þá segir maður, getur verið að þessi ofaáætlun Seðlabankans á væntri verðbólgu sé undirrót af því að menn hafi ekki klesst hér niður vexti hraðar en raun ber vitni. Önnur spurning, vegna þess að ég gerði það fyrir reyndardálum tíma, þá bar ég saman svona í snöggheitum verðbólgu hér á Íslandi og í Bretlandi, og hún var ekkert víðáttu fjarri hér og miðað við Bretland að undanteknu kreppunni 2008-2009 þegar dundi hér yfir hrunið. En í Bretlandi höfðu þá verið stýrivextir Seðlabankans óbreyttir frá, ef maður rétt, 2006, jafnvel lengra aftur, í 0,25%. Og því hlýtur maður að spyrja, vegna þess að verðbólgan og pundið hefur ekki alveg verið stöðugt, þó að sé ekki kannski eins mikið skopparakringla eins og krónan, að þá spyrir maður samt, hvað réttlætir þennan gríðarlega stýrivaxtamun? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ef maður gæti skengst alltaf inn í hugarheim Seðlabankans þá gæti ég sjálfsagt svara þessu betur. En ég alveg sammála, ég tel að vaxtamunur hafi verið of mikill og sé of mikill, og eins og ég nefndi áðan varðandi það að við höfum prófað flestar útfærslur. Ég ætla ekki að útiloka að við gætum ekki samt snúið til einhverjar betri stefnu með krónu heldur en við nú erum. Ég held þá að slík stefna þyrfti að byggja á í raun og veru gengistöðugleika sem útgangspunkti, hvort sem það væri hrein fastgengistefna eða einhvers konar útfærsla þar á, sem þýðir að stýritæki Seðlabankans þyrfti að vera önnur heldur en vextirnir. Vextir yrðu bara ákvarðaðir út frá því sem þyrfti til að tryggja gengistöðugleika hverju sinni. Ef þyrfti að hemja hagkerfið eða örva burt sér frá því, þá þyrfti að gera það með öðrum leiðum, og ég hygg reyndar út frá umræðu peningastjórnun á undanförnum misserum að seðlabankar séu almennt farnir að horfa meira til slíkra, sem kallað hefur verið makróstýritækja, veðhlutföll að lánum, aðrir slíkir þættir til þess einmitt að reyna að grípa það bara með beinum hætti inn í framboðs- eða eftirspurnar þrýsting hagkerfisins á hverjum tíma. Að síðustu veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundsssyni fyrir þessa ræðu. Það var góð ræða og hann það blak á mér eyrun eins og fleirum þegar hann heldur ræður peningamál. Og spurning mín til þingmannsins í sambandi við vextina. Og svipuð spurning og ég spurði hv. þingmann Þorstein Sæmundsson í morgun um vaxtastig og það sem að Seðlabankinn stjórnar stýrivöxtum.
Er ekki þetta háa vaxtastig að stórum parti út af ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna og hvað sér þingmaðurinn í þeim efnum? Þá man ég eftir grein sem að hv. þingmaður skrifaði í haust að við ættum að láta lífeyrissjóðinn í friði. Sér ekki þingmaðurinn tækifæri því að gefa lífeyrissjóðunum tækifæri, eða sem sagt að gefa þeim það tækifæri að geta fjárfest meira erlendis og þá á hærri vöxtum heldur en þeir að fá hér á Íslandi í sinni ávöxtunarkröfu? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta andsvar. Ég er mikill talsmaður þess að lífeyrissjóðir auki erlendar fjárfestingar sínar og auki þær verulega. Ég tel raunar að það sé mikið hættuspil og bara óæskilegt að vera með söfnunarlífeyriskerfi sem er 70–80% í innlendum eignum. Mér finnst í eðli sínu engin munur á því og að fjárfesta lífeyrissjóði fyrirtækis í hlutabréfum í fyrirtækinu sjálfu. Þarna eru bara eggin í sömu körfu og fínt að horfa til eins og norska olíusjóðsins sem er beinlínis skikkaður út úr hagkerfinu. Við höfum sett lífeyrissjóðunum þak erlendar eignir. Ég hef talað fyrir því að við setjum lífeyrissjóðunum gólf erlendar eignir frekar. Því ég sé enga áhættu fyrir kerfið af erlendum fjárfestingum, eykur á áhættudreifinguna þeirra. Ég sé hins vegar áhættu af því að það sé of mikið hér innanlands. Ég held að ég verði nú að koma að hluta að þessu í seinna svari hvað varðar ávöxtunarkröfuna á lífeyrissjóðuna sjálfa. En ég myndi fagna því ef þeir hefðu tækifæri til frekar erlendra fjárfestinga og við notuðum þá tækifærið og slökuðum á þessum innflæðisvöxtum sem svo mjög kvartað undan hér. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar og hann á kannski, eins og hann sagði, eftir að svara því betur. Og þá kem ég að því með fasta vexti og verðtryggð, eða sem sagt lán með föstum vöxtum og svo verðtryggð lán. Og mér fannst ég heyra það í ræðunni hjá hv. þingmanni og fleiri hafa talað um það að hér sé hvort er boðið upp á lán með föstum vöxtum, en er það þá ekki þannig að bankarnir hafa þau lán þannig að lántækin er í raun og veru leiddur út í það að taka frekar lán í verðtryggingu vegna þess að afborganirnar eru þá minni en kjörin í raun og veru til lengri tíma litið slakari. Þannig að er það ekki bara málið að fastir vextir þyrfti ekkit endilega, eða sem þetta ef verðtryggðu lánin eru tekin út, það þyrfti ekkit endilega að þýða hærri vexti á föstum vaxtalánum. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, það er þegar svona stóra spurningar undir þá er erfitt að klára þær á mínútu en ég ætla að reyna. Varðandi vaxtakjörin fyrst, ég myndi vilja bara einfaldlega sjá breiðari flóru í frambúðinu. Af hverju get ég ekki tekið óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum, ég get eiginlega bara tekið það fast með vöxtum til 3 ára sem er alveg rétt áleitað hjá hv. þingmanni er mun hærra heldur en allavega í punkti verðtryggt lán sem mér býðst á með breytilegum kjörum. Ég vil bara geta tekið áhættuna þarna beggja vegna. Mér finnst lífeyrissjóðirnir mættu til dæmis alveg vera grimmari í þessari samkeppni en þeim er þó vorkunn að því leytinu til að þeir hafa heldur verið skammaðir fyrir að taka of mikið til sín á húsnæðismarkaði heldur en hitt upp á síðkastið. Það tel ég bara óeðlilegt. Það er bara fínt að fá þessa samkeppni neytendur njóta góðs af. Varðandi ávöxtunarkröfuna, ég hef skoðað gögn talsvert það hvort að ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna, þessi 3,5% raunávöxtunarkrafa sé einhvers konar vaxtagólf. Ég sé engin merki það í nágrannalöndum okkar. Við erum með fjölda lífeyrissjóða sem styðjast við þessa núverðingakröfu sína en það sem vaxtastig er samt sem áður mun lægra en sjóðirnir sjálfir standa undir núverðingakröfunni, það er að segja 3,5% raunávöxtun til lengri tíma og það er auðvitað ágætlega þekkt samhengi. Lægra vaxtastig þýðir að öðru óbreyttu hærri ávöxtun hlutabréfa og það jafnast þá einhvern veginn út í heildarávöxtun eignasafnsins.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég vil þakka fyrir þetta mikilvæga mál og þessar umræður sem hafa farið hér fram. Þetta mál sem Miðflokkurinn flytur hér og hefur lagt áherslu á. Þetta brýnt hagsmunamál almennings. Og ég verð að segja það hér úr þessum ræðustóli, ég er svolítið hissa á því að stjórnarflokkarnir skuli ekki hafa komið inn í þessa umræðu með markvissari hætti. Við höfum ekki fengið að heyra þeirra stefnu í þessum efnum. Að vísu hafa hér fulltrúi Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks komið hér inn í andsvör en við höfum ekki fengið að heyra stefnu þeirra, ekkert frá flokki forsætisráðherra og heldur ekkert frá Samfylkingu sem hefur nú talið sig vera svolítið tengd af verkalýðshreyfingunni. Þetta er mikið hagsmunamál fyrir alla landsmenn og hefði ég vilja sjá fleiri flokka taka þátt í þessari umræðu sem snýr húsnæðisliðinn í vísitölu neysluverðs og hefur áhrif á afborganir lána allra landsmanna. Mér langar hér, frú forseti, að vitna hér aðeins í bókun efnahags- og viðskiptanefndar frá Alþingis frá 2011. Þar segir, með leyfi forseta: Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis samþykkir að hefja á vettvangi nefndarinnar undirbúning þverpólitískrar áætlunar að minnka vægi verðtryggingar á íslenskum fjármálamarkaði. Þetta er fyrir einum 7 árum og ekkert hefur breyst. Við höfum hér hátt vaxtastig og verðtryggingu. Og það er með ólíkindum að skuli ekki hafa verið gert neitt í þessum efnum. Það er talað og því er lofað í kosningum og svo framvegis og ekkert gerist. Og það er tími til kominn, herra forseti, að stjórnmálaflokkarnir taki sér tak og taki á þessu stóra og mikla hagsmunamáli. Hér hefur verið rætt vexti og þeir eru háir og við þekkjum það öll og þeir skipta okkur öll máli og þeir koma víða við í íslensku efnahagslífi og hafa áhrif á ótal marga þætti. Það eru leiðir til þess að lækka hér vexti. Miðflokkurinn lagði áherslu á það fyrir síðustu kosningar og þar má nefna lífeyrissjóðina og sú háa ávöxtunarkrafa, lögbundna ávöxtunarkrafa sem hvílir á þeim hér. Hún hefur náttúrulega áhrif á vaxtastigið og þess vegna er mikilvægt að lífeyrissjóðirnir ávaxti sitt fé erlendis. Og stjórnvöld eiga sjálfsögðu að stuðla að því að þegar lífeyrissjóðirnir eru með svona stórt hlutfall af sínum eignum og ávaxta sinn pening hér innanlands, þá náttúrulega lyftir það vaxtastiginu. Það er alveg augljóst mál. Og hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson, sem flutti hér afar góða ræðu hér fyrr í dag, minntist á Danmörk í þessum efnum og mun lægra vaxtastig þar. Og ég vil því í sambandi nefna einnig Svíþjóð. Vaxtastigið er á svipuðum nótum þar. Húsnæðislánin bera undir 2% vexti. Og áttum okkur á því, í Svíþjóð, þeir eru nú með sænsku krónuna. Þannig að ég sé ekki fyrir mér hvers vegna við getum ekki farið sömu leið hér og lækkað vaxtastigið. Og annað sem má nefna líka í þessu sambandi að ef fólk hér vill greiða upp sín lán og reyna að ná betri kjörum, þá er settur steinn í götu þess. Og þar vil ég nefna Íbúðalánasjóð og svokallað uppgreiðslugjald sem er ósanngjarnt gjald að mínu mati og gerir það að verkum að fólk er eiginlega í fjötrum. Það getur eiginlega ekki skuldbreytt sínum lánum. Og það eru fjölmargir með þessi lán. Að vísu er Íbúðalánasjóður hættur að veita lán með uppgreiðslugjaldi eða ákvæði í dag, en það eru fjölmargir með eldri lán sem vilja breyta sínum lánum en eiga erfitt með það vegna þess að uppgreiðslugjaldið er svo hátt. Aðeins að húsnæðisliðnum nánar, þá hefur verð á húsnæði að jafnaði hækkað meira en verð á öðrum vörum og þjónustu og þess vegna hefur vísitala neysluverðs hækkað meira að meðaltali en vísitala neysluverðs án húsnæðis.
Og ef við horfum 5 ár aftur í tímann, frá 2016, þá var verðbólga miðað við vísitölu neysluverðs 3% að meðaltali, en 2,2% án húsnæðisliðsins. Þarna tæplega 1% munur og það kom hér fram í ágætri ræðu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar að 1% vaxtamunur þýðir 60 milljarðar. Þetta eru gríðarlega háar upphæðir sem skipta almenning í landinu mjög miklu máli og greiðslubyrði á almennings á húsnæðislánum. Ég vil nefna það hér að Seðlabanki Evrópu og Englandsbanki miða verðbólgumarkmiðið við verðvísitölu sem inniheldur ekki húsnæðiskostnað þeirra sem búa í eigin húsnæði. Og mig langar líka að nefna það hér að því ég hlustaði hér með athygli á ræðu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar og ég alveg hjartanlega sammála þingmanninum í því að það er mjög mikilvægt að fá hér samkeppni í fjármálageiranum, að fá hingað til lands erlendan banka og við höfum lagt áherslu á þetta í Miðflokknum og gerðum það fyrir kosningar að við myndum vilja stuðla að því að hingað kæmi erlendur banki og hefði starfsemi í landinu til þess að auka samkeppni. Það geti leitt til lægri vaxta og mun leiða til lægri vaxta. En hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson hann sagði það að hann teldi það að það væri full reynt að fá hingað erlenda banka, þeir hefðu ekki áhuga á því vegna þess að við værum með krónuna. Ég er ekki sammála hv. þingmanni hvað þetta varðar og ég vil nefna í því dæmi að til dæmis í Bandaríkjunum þá er banki sem heitir Citibank. Hann er með útibú í 160 löndum. 160 löndum. Og löndum eins og Úkraínu, Kongó, Tansaníu og Pakistan. Og svo ég nefni Úkraínu sem dæmi, þá sá gjaldmiðillinn þar afar óstöðugur og hefur fallið gríðarlega. Það sama má segja í Kongó. Þannig að ég held að þetta sé nú ekki alveg rétt hjá þingmanninum og að minnsta kosti ekki full reynt að hingað kæmi erlendur banki. En þetta er mikið hagsmunamál almennings einnig og stjórnvöld eiga að stuðla að því að fá hingað erlendan banka inn á okkar fjármálamarkað. Við þekkjum það að bara með þjónustugjöldin þau eru gríðarlega há hér meðal banka og með ólíkindum hvað bankarnir geta leyft sér að taka há þjónustugjöld af almenningi. En að lokum, herra forseti, frú forseti fyrirgefðu, þá vil ég nefna það að Seðlabanki Íslands telur að það sé ekkert því til fyrirstöðu að breyta viðmiðunarvísitölu verðbólgumarkmiðsins kjósi stjórnvöld að gera svo. Og það er nákvæmlega sama, nákvæmlega eins og ég sagði, þetta er pólitísk ákvörðun og hana er hægt að taka hér í þessum sal. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, þetta hefur verið og er náttúrulega, hún er ekki búin umræðan, ágæt umræða og margt ákaflega gagnleg að minni hyggju. Innsti kjarni þessa máls er þessi að í mínum dómi verðtrygging fjárskuldbindinga á lánum til einstaklinga er einfaldlega óboðleg og það sést til að mynda af því að þau ákvæði sem hafa verið sett hérna í lög til verndar neytendum að þau hafa reynst haldlítil eða allt að því haldlaus þegar á þau hefur reynt fyrir dómstólum. Slíkur er máttur fjármagnsaflanna hérna að ekkert verður fyrir þeim og þetta fyrirkomulag verður að víkja, það verður að hverfa. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson gat þessa góðu hér sem ég þakka honum fyrir að ég hefði vikið að fyrirkomulagi mála í Danmörku og það var auðvitað gott að hann skyldi nefna Svíþjóð og við gætum auðvitað nefnt fleiri lönd í okkar nágrenni.
Ég átta mig ekki á því hvað stöðvar okkur í því að koma hér á laggirnar sérhæfðum íbúðalána fyrirtækjum eða stofnunum eins og tíðkast í Danmörku sem byggja á sérhæfingu á þessu sviði. Við erum hér með aðila sem eru í íbúðalánum sem eru að meginstefnu til í annars konar viðskiptum og erindum. En í Danmörku háttar þannig til að það eru sérhæfðar stofnanir, sérhæfð fyrirtæki sem hafa þessi mál einkanlega með höndum með þeim árangri að maður í Kaupmannahöfn sem ætlar að taka lán fyrir íbúð í Köpen, eins og okkur er gjarnt að segja hérna á landinu fara, að hann fær þetta lán þegar ég síðast rétti á 1,9% og það er náttúrulega engin verðtrygging eða neitt slíkt. Og þessi maður, hann veit upp á krónu hvað hann á að borga á hverjum gjalddaga og því fær ekkert haggað. Málið er alveg klárt. Ég ætla líka að segja það, frú forseti, á þessum grundvelli að krafan ósköp einfaldlega er þessi, að Ísland verði í hópi vestrænna ríkja í þessu fjármálalega tilliti og að við séum ekki hérna með heimatilbúið kerfi sem var til hérna við alltaf því neyðaraðstæður í fjármálum þegar að aðstæður voru allar aðrar í okkar samfélagi og skipan efnahags- og atvinnulífs heldur en nú er í lok 8. áratugar liðinnar aldar. Það er nú eiginlega 40 ár síðan, held ég megi segja. Og það er nú Ísland er náttúrulega gjörbreytt frá því sem það var fyrir 40 árum. En samt er það svo, frú forseti, að þegar að þessi mál eru rædd, að þá er gjarnan af hálfu þeirra sem ákafastur í því að verja þessa verðtryggingu. Þá er alltaf talað eins og hér sé árið 1979. Hvað eiga menn að gera? Peningarnir fyrir upp, þeir brenna, það er ekki neitt. Allt í voða. Það er eins og hér séu engir fjárfestingarkostir til, það er eins og hér séu engin fjármálafyrirtæki, það er eins og hér hef ekkert gerst. Ég ætla líka að segja það, frú forseti, að við getum ekki tamið okkur það hér í þingsal að þegar við ræðum þessi mál að vera hér í samningum það hvort að vísitalan eigi að vera svona eða hinsegin eða hvort að þessi liður eigi að vera svona inni eða svona breyttur eða taka með að þessu. Við þurfum að losna við þetta kerfi því að þetta kerfi er óboðlegt og það er ekki boðlegt íslenskum almenningi og það er ekki boðlegt íslenskum fjölskyldum og það er ekki boðlegt að hér sé rekin stefna sem að leiðir það af sér eins og gerist hérna í hruninu að í nafni fjármálastöðugleika þá mátti hver fjölskyldan á fætur annarri hverfa af heimilum sínum. Íslenskir foreldrar, leiðandi börnin sér við hönd út af heimilunum vegna þess annars var ekki fjármálastöðugleiki í landinu. Þetta má aldrei endurtaka sig, frú forseti. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa umræðu sem hér hefur farið fram í dag. Hún er búin að vera mjög upplýsandi. Hún er búin að leiða í ljós að í raun eru hér margir innandyra sammála því prinsippi sem við erum að leggja upp með í þessu frumvarpi. Það er að segja að það sé nauðsynlegt að breyta leikreglum á lánamarkaði og það er kannski aðalatriðið. Og þó ekki væri nema til þess að þá er framkoma þessa frumvarp þess virði að fá fram umræðuna, að fá fram viljann sem að hér býr. Hún er líka þess virði vegna þess að hún hefur leitt í ljós hverjir taka ekki til máls í umræðunni. Og ég sakna þess að fulltrúar Samfylkingarinnar, fulltrúar Vinstri grænna, fulltrúar Pírata skuli ekki hafa verið hér í salnum utan einn ágætur hv. þingmaður Samfylkingar sem hér situr nú. En spurningin er,
Hvers vegna taka fulltrúar þessara flokka ekki til máls? Hafa þeir ekki stefnu í málinu? Hafa þeir ekki stefnu í málinu sem varðar 120.000 heimili á Íslandi? Eða þora þeir ekki að gera hann uppskáða? Ég get ekki svarað þessari spurningu. Það verða menn að gera sjálfir. Það er líka athyglisvert að þátttaka Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í þessari umræðu felst í nokkrum andsvörum. Góðra gilda verð. En hvar er stefna þessara flokka? Því hefur verið haldið hér fram að þingsályktunartillaga hv. þingmanna Framsóknarflokksins að taka hér upp samræmda vísitölu sé á einhvern hátt sambærileg þessu máli með mikilli virðingu, þá er sú þingsályktunartillaga, hún gengur út á það að hafist verið handa það að kanna hvort að rétt sé að kanna hvort að hér er að taka upp samræmda vísitölu. Við bara gerum þessa tillögu með mikilli virðingu fyrir henni óþarfa með því að leggja fram þetta frumvarp. Við teljum ekki að það sé til neina að bíða. Og ég sagði hér í fyrri ræðu minni í dag, biðin bara síðustu 12 mánuði er búin að kosta íslensk heimili sem eru með lána þessum toga 50 milljarða króna. Það er á milli 400.000 og 500.000 krónur á hverja einustu af þessara fjölskyldna í landinu, þessara heimila. Og eftir hverju eigum við þá að bíða? Það er ekki til neina að bíða. Það er hins vegar mjög athyglisvert, finnst mér, og stendur upp úr þessari umræðu, þar sem hefur komið hér fram að vaxtastig á Íslandi er náttúrulega allt og hátt. Og það hafa heyrst hér raddir hér innanhús, hér í þessum sal, sem segja það er hægt að lækka vaxtastig á Íslandi þó við séum ekki að taka upp annan gjaldmiðil. Vegna hvers? Jú, það er hægt með því að í fyrsta lagi að vanda hér hagstjórn og það er náttúrulega hægt með því að breyta hér peningastefnu. Og því hefur verið lýst af hálfu Seðlabankans nokkur skipti að það þurfi hugsanlega að breyta hér lögum. Og ég segi bara, eins og stendur í kvæði séra Hallgríms með leyfi hæstv. Forseta, kom þú sæll þá þú vilt. Ég meina, komið Seðlabankinn fram bara með þær lagabreytingar að tillögur að því sem hann telur að gera þurfi til þess að breyta hér peningastefnunni ef það verður til þess að lækka hér vexti. Það skal ekki standa á þeim sem hér stendur og ég veit að það mun ekki standa á nokkrum þeim sem honum er nálægur að verða við ósk Seðlabankans í því efni. Aldeilis ekki. Við erum tilbúnir í gær. Þannig að það er líka annað í þessu að þessu leyti til hvað varðar kjör þeirra sem kaupa húsnæði á Íslandi er ósambærilegt og ekki samkeppnisfært við nágrannalöndin okkar. Og það kom fram hér í ágætri ræðu í dag, væntanlega hjá hv. þingmanni Ólaf Ísleifssyni sem flutti hér aldeilis frábæra ræðu, að við eigum 30.000 manns í útlöndum sem geta ekki hugsað sér að koma hingað heim, meðal annars vegna þess að það er ekki hægt fyrir þetta fólk að fara hér út á húsnæðismarkað vegna þess að lætur ekki bjóða sér því sem ég lýsti hér í morgun að borga lánið sitt 4 sinnum og fara á eftirlaun. Fólk lætur ekki einfaldlega bjóða sér þetta. Og það lætur ekki bjóða sér það að kaupa hér hús, næði sérstaklega þessu svæði hér, uppsprengtu verði, uppsprengt vegna þess að hér eru gistihús í annarri hverri íbúð, hér er ekki lóðaskortur af mannavöldum sem pressar upp húsnæðisverð og menn láta einfaldlega ekki bjóða sér að vera að kaupa hér hús undir þessum kringumstæðum með raunvöxtum upp á 6 eða 7%. Þegar menn geta gengið að óverðtryggðum vöxtum upp á 2% og þar af lægra í nágrannalöndunum. Og þar af lægra. Og menn geta séð það fyrir sér. Og tali menn það, ég tek nú bara dæma Danmörku því að ég þekki þokkalega þar til, að þar eru vextir upp á kannski 2–2,5% óverðtryggðir á húsnæði, þeir eru ekkert sérstakir. Þeir bjóðast þeim sem greiða lítið út í sínum húsum. En þetta fólk getur líka reiknað út hvað það er að borga næstu 20 árin og halda menn að það sé ekki verðbólga í Danmörku. Ég meina matvæli hækka í Danmörku alveg
eins og annars staðar. Og hafandi verið árlegur gestur í Danmörku nokkur sinnum á ári í 14-15 ár, að þá veit maður það að vísitala neysluverðs þar, hún hækkar, en vextirnir á lánum til íbúðakaupa eru samt 2%. Og líkt og ég kom hérna inn á í andsvari við hv. þingmann Þorstein Víglundsson áðan, ég gerði svona óvísindalega könnun á því hvernig stýrivextir Seðlabanka Íslands væru í samanburði við stýrivexti Seðlabanka Bretlands yfir svona 20 ára tímabil. Og þar sem verðbólgan í Bretlandi var á bilinu oft svona 2 og upp í 5% eftir árum. Hjá okkur var hún þetta 2,5 upp í 3-4, að undanteknum náttúrulega 2008-9 árunum eða 2009-10 árunum þegar við vorum að súpa seiðið að hruninu. Og kemur grippa hjá okkur. En að öðru leyti voru vextir verðbólga hér á Íslandi ekkert svona fádæma meiri heldur en í Bretlandi. En þeir eru með 0,5% stýrivexti, Seðlabanka Bretlands. Og mér skilst að Seðlabankastjóri Bretlands sé einn í þeim hópi sem að Seðlabankastjóri Íslands segir að liggja á bæn og öfundist yfir því hvað séu háir stýrivextir á Íslandi. Sá hlýtur að vera búin að fá í hnén. Þessi vextir eru búin að vera óbreyttir í Bretlandi síðan 2006, segir maður rétt, ef ekki lengur. Þannig að auðvitað er þetta samverkandi, en hvað getum við gert? Jú, við getum tekið skref í þá átt að reyna að lagfæra þennan mun. Við getum tekið skref til þess að höggva skarð í brynju fjármálafyrirtækja. Og við gerum það með því að breyta þessum rangláta vísitölugrunni með því að taka húsnæðisliðinn út úr þessari vísitölu, húsnæðislið sem búin að hækka umfram vísitölu neysluverðs núna í allavega síðastliðin 5 ár, allavega, og í sjálfu sér búin að vera í ósamræmi við vísitölu neysluverðs frá því 2003, í 15 ár. Og gapið það víkkar, gjáin hún víkkar með hverju árinu. Og lágu fólki hver sem vill að leggja ekki í það að fjárfesta í húsnæði á Íslandi við slíkar kringumstæður. En í þessu hættan okkar fólgin. Hún er fólgin í því að við erum ekki að nýta, við erum ekki að fá til afnota, ef við getum orðað það þannig, okkar bestu starfskrafta. Fólk sem er að mennta sig vel. Það getur ekki sest hér að út af þessu. Fyrir utan það að svo erum við með þessu, ég sagði áðan, 120.000 heimili sem eru fullhert af því hvern dag, allt árið, að hanga á húsunum sínum og borga af þeim miklu meira heldur en þau þyrftu ef að hér væru hlutir með eðlilegum hætti. Og eins og ég sagði, 400-500.000 krónur á heimili bara síðustu 12 mánuði. Bara síðustu 12 mánuði. Það hefur verið bent á hættuna því að hugsanlega hækki hér vextir, það er að segja nafnvextir eða vaxtaþátturinn ef við breytum vísitölugrunninum. Og ég segi þá, menn sýna þá þann kjark að gera það. Við höfum séð Austurvöll fyllast að minna tilefni. Þannig að kannski rís almenningur upp loksins vegna þessa okurs með því að fá kjark, með því að vita að hér inni eru til menn, allavega í sömu flokkum, sem hugsa til þessa fólks, sem hugsa til þess, sem vilja raunverulega gera eitthvað til þess að lagfæra þetta ástand. Þeir sem ekki leggja í að gera það, þeir verða náttúrulega bara að svara fyrir sig. Og útskýra það fyrir 120.000 heimilum á Íslandi hvers vegna þeir vilja ekki taka á því með okkur hinum ef þeir vilja ekki gera það. En ég vil náttúrulega trúa því að allir skynsamir menn taki þessu máli fagnandi eins og ég sagði í morgun. Og þess vegna efast ég ekkert og það kann vel að vera að í meðferðum nefndarinnar ég bara fagna því ef málið verður betur undirbyggt, ef það verður skýrt, ef að menn tala það óskýrt. Fínt. Það verður bara betra. Við þurfum bara að koma þessu fram. Vegna þess að eins og ástandið núna og búið að vera óþolandi. Það er eins og rétt sem hér hefur líka komið fram í máli þingmanna nokkura og gladdi mig mjög. Það er nauðsyninn á uppstokkun fjármálakerfisins.
kom mjög vel fram í máli nafna míns Víglundssonar, hv. þingmanns, og ég segi bara við hann velkominn í hópinn. Miðflokksmenn eru með mjög skýra stefnu í þessum málum sem hægt að sjá bæði á heimasíðu flokksins og annars staðar, hvernig við ætlum að endurskipuleggja fjármálakerfið hér þannig að meiri samkeppni verði hér á bankamarkaði. Stefnan er mjög skýr, tillögurnar eru mjög skýrar, þær eru eiginlega settar niður í smáatriðum, þannig að menn þurfa ekki að ganga því gruflandi hvernig hægt að gera þetta. Þetta er fyllilega framkvæmanlegt, vilji allt sem þarf, svo ég vitni nú aftur í skáldið, með leyfi hæstv. Forseta. En ég er bjartsýnni núna að aflokinni þessari umræðu heldur en ég var áður, þrátt fyrir það að hér heyrast ekki raddir stjórnmálaflokka sem að kenna sig við alþýðuskap og verkalýðsást, að þá fagna ég samt þessari umræðu og ég brýni mína gömlu félaga í öðrum flokki, Framsóknarflokknum, ég brýni þá til þess að standa nú með í þessu máli vegna þess að þetta mál er í sjálfu sér náskylt þeim sjónarmiðum sem sá flokkur hefur haldið fram, og nú reynir á hvort að menn meina og hafa meint það sem þeir sögðu þegar þeir segjast hafa viljað taka skref til þess að taka hér vísitöluna út úr húsnæðislánum. Og ég myndi fagna því gríðarlega og satt að segja reikna ég með því að þessir ágætu menn komi hér til liðs við þetta mál. Og ég held, þegar öll er á botninn hvolft, þá held ég að á Alþingi Íslendinga sé rífur meirihluti fyrir því að því réttlætismáli að breyta þessu ranglæti sem að viðgengst í lánamálum, og ég bara vona það að þetta mál verði kannski, eins og ég sagði áðan, verði svona fyrsta skrefið í 1000 mílna ferð. Ég vona að þetta sé fyrsta skrefið í því þá átt að rjúfa brynju fjármálafyrirtækja. Vopnin eru til, það er bara að beita þeim. Við þurfum að beita þeim og ég fagna því að hér stígur í salinn fulltrúi Samfylkingarinnar og myndi fagna því að heyra hennar hug til þessa máls sem varðar 120.000 heimili í landinu. Enn er möguleiki og ég held að þjóðina þyrsti mjög að heyra afstöðu þessa flokks, jafnaðarflokks Íslands, einhvern tímann kallaður, til þessa máls. Af því þetta er jafnaðarmál, ef einhvern tímann var til. En frú forseti, ég þakka enn og aftur fyrir þessa umræðu, hún er búin að vera góð, hún er búin að vera innihaldsrík, hún er búin að vera málefnaleg. Takk. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég taka undir með hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni að umræðan þetta mál sem við ræðum hér er búin að vera býsna athyglisverð og fín. Hér hefur verið komið inn á vexti og lánskjör og verðtryggingu og verðþróun á þátt krónunnar og svo auðvitað sem kannski snýr mest að þessu máli vísitölur og húsnæðislið í neysluverðsvísitölu eða vísitölu neysluverðs. Ég kem nú bara hér upp, virðulegi forseti, vegna þess að hv. framsögumaður, fyrsti flutningsmaður málsins, sem hér var síðast í ræðu, Þorsteinn Sæmundsson, hv. þingmaður, minntist hér á mál sem er þessu tengt til þingsályktunar upptöku samræmdrar vísitölu neysluverðs, og þannig að það er augljóst mál að í grunninn eru þessir flokkar
í þessu máli sammála og ég vildi koma hér og árétta það vegna þess að þetta er jafnframt í stjórnarsáttmála hæstv. Ríkisstjórnar, þannig að það eru býsna margir sem vilja skoða þetta mál og ég held ef eitthvað þá hefur þessi umræða sem hefur verið fram og ég tek undir með öllum sem hér hafa talað um það að hefur verið mjög góð, að þá voru leitt það í ljós að við þurfum að gera þetta faglega. Þingsályktunin sem hv. þingmaður vísar í leggur það til að áhrif breytinga á vísitölu eins og hún er reiknuð verði metin á launakjör, lánakjör, stöðu verðtryggðra lána, á það hvernig við eigum að taka ákvarðanir hér varðandi vexti, peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni kærlega fyrir þetta andsvar. Ég túlka það svo að hann sé stuðningsmaður þessa máls og flokksfélagar hans líka og ég fagna því. Það gleður mig og ég vona það sannarlega að þeir eigi eftir að sýna það við afgreiðslu málsins áfram, bæði í nefnd og í meðförum þingsins á málinu og víst er það öllum fyrir bestu að skref séu stigin faglega. Málið er hins vegar eins og ég sagði hér áðan, það er ekki eftir neina að bíða með þetta skref. Það er búið að ræða þetta ákveðna atriði, það er búið að ræða verðtryggingu lána yfir höfuð í pólitík á Íslandi í 5-6 ár. Í 5-6 ár. Það fór nú svo langt á sínum tíma að afnám verðtryggingar og neytendalánum fór inn í stjórnarsáttmála á sínum tíma árið 2013. Það vildi bara þannig til að dansfélagin steig ofan á tærnar á okkur sem þá vorum í öðrum stjórnarflokknum og þetta mál náðist ekki lengra. En það náðist þó inn í stjórnarsáttmála sem þýðir það að það er búið að ræða þetta mál eins og ég segi síðan 2013 eða fyrr og menn hafa verið nokkuð sammála það að það þyrfti eitthvað að gera í þessu síðan 2013 eða fyrr. Og ég segi aftur, hvers vegna að bíða lengur? Hvers vegna ekki að stíga fyrsta skrefið? Þetta skref er út af fyrir sig hóflegt. Þetta skref leiðir í ljós út af fyrir sig og leiðir í ljós hvaða breytingar gætu átt sér stað ef verðtrygging er afnumið með öllu. Þetta út af fyrir sig veitir fjármálafyrirtækjum svona smá, ég hefur að segja, aðlögun. Þannig að ég sé bara ekkert að því að við framkvæmum þetta hér og nú og myndi fagna því ef að Framsóknarmenn kæmu með í þann leiðangur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið í þennan leiðangur. Við erum í þessum leiðangri Framsóknarmenn, það er augljóst. Við höfum lagt fram mál þess efnis og þess vegna eins og ég kom hér áðan erum við í svona grunninn sammála. Það er eitt þegar við tölum að meta þetta faglega, áhrifin af þeim breytingum og þeirri vísitölu sem verður miðað við, að þá er ekkert síður mikilvægt af því að við erum nú að bera okkur saman við aðrar þjóðir og þær þjóðir sem við erum helst í viðskiptum við að kanna mælingu í helstu viðskiptalöndum okkar og það er oftast metið svo þegar við erum að nýta mælikvarða á hvaða sviði sem það nú er að það sé samræmi í þeim mælikvörðum á milli þeirra aðila sem við erum að bera okkur saman við og svo til lengri tíma að þeir séu þá að þeir sé alltaf stuðst við sama mælikvarðan. Þess vegna verðum við, virðulegi forseti, að vanda vel til verka þegar við ákveðum hvort og hvaða lið vísitölunar við tökum út. Ég tala nú ekki að taka allan húsnæðisliðinn út eins og hér er lagt til.
Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Við höfum hér afbragðsstofnun sem mælir verðbreytingar á Íslandi. Samkvæmt einhverjum 6 eða 7 vísitölum í hverju mánuði, eins og hér hefur komið fram í þessari umræðu. Hagstofa Íslands. Hún mun að sjálfsögðu halda áfram að mæla verðbreytingar á Íslandi samkvæmt eingöngu neysluverði og svo framvegis. Hún heldur áfram að mæla þessar 6-7 vísitölur í hverjum einasta mánuði og fylgjast með hvernig þróunin er á hverjum tíma. En það eru við sem þurfum að taka af skarið. Það gera embættismenn í Hagstofu Íslands ekki með mikilli virðingu fyrir þeim og þeirra starfi. Enda er það ekki þeirra hlutverk. Það er okkar hlutverk að gera það. Og það er bara þannig að í stjórnmálum þurfa menn að taka ákvarðanir. Helst hratt. Og þess vegna þurfum við að bregðast við núna. Það er ekki til neina að bíða. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég vildi nú bara koma hérna upp í raun og veru til að þakka fyrir þessa umræðu sem hefur skapast út frá þessu frumvarpi sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson er að leggja hérna fram. Það vaknar hjá mér spurning, er ekki akkúrat þarna partur af svarinu við því af hverju þjóðin er ósátt og reið, eða sem sagt, já, og þar með hefur virðing Alþingis ekki risið sem skyldi, að sem sagt kerfinu er í raun og veru svolítið stillt þannig upp að það ríkir góðar í landinu, ríkissjóður stendur vel og þjóðfélagið er rekið bara á ágætisfleti, en það er fólkið í landinu, það eru íbúðaeigendur, húseigendur og fjölskyldur sem er að borga brúsann að stærstum parti. Og það hefur komið fram hérna í ræðum núna í dag. Hv. þingmaður Bergþór Ólason benti á landsbyggðina og köldu svæðin. Ólafur Ísleifsson, hv. þingmaður, benti á hvað þetta kerfi peningastefnukerfi hefur skotið djúpum og föstum rótum. Og þá kemur þessi spurning upp. Er ekki partur af þjóðarsáttinni eða ósáttinni og því hvað þjóðin er að hluta til orðin dofin líka fyrir þessu sú að það vantar kjarkinn til að fara í þennan róður að breyta þessu kerfi svo að sanngirni sé gætt til hennar smæstu bræðra út í samfélaginu og systra. Þetta er kannski svolítið stór spurning en ég hendi henni hérna fram. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég heyrði ágætis viðtal, og ekki bara ágætis stórkostlegt viðtal við fyrrum forseta Bandaríkjanna Barack Obama daginn, og eftir að hann var hættur að vera forseti þá kom að máli við hann einhverjir menn og þeir sögðu við þurfum endilega að fá því í viðtal út af ákveðnu máli, bara hið fyrsta. Og hann sagði, heyrðu, hvernig væri bara á morgun? Og þeir sögðu við henni, við vorum nú meira að pæla í þetta í viku, sögðu þeir. Og hann sagði, úr því umhverfi sem ég er að koma úr núna, þá þarf ég að taka ákvörðun hálftíma, annars deyr einhver. Nú er það ekki svo alvarlegt hér að einhver sé að deyja út af því að við tökum ekki ákvörðun þetta. Hins vegar, það er það hárrétt sem hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson bendir hér á, að það er mikil óþreyja út í þjóðfélaginu eftir því að einhver taki máli lántaka, einhver taki máli heimilanna gagnvart lánveitendum. Og það er í sjálfu sér þessi leikur er ægilega ójafn. Þetta er eins og að senda heimilin í hnefaleikahringinn með aðra hendina bundna aftur fyrir bak. Það er bara þannig. Það er ekkert jafnræði í þessum samningum og það er kannski þetta jafnræði sem við erum að leita að með því að breyta leikreglunum.
lántakendum í hag. Og allir þeir sem að sjá afkomu bankanna á Íslandi og horfa á hana síðustu 9 ár, það blasir við þeim sem að það gaumgæfa að bankar á Íslandi og fjármálastofnanir á Íslandi ekki að ná strái. Lífeyrissjóðirnir á Íslandi töpuðu 480 milljörðum í hruninu. Þeir eru búin að ná því öll tilbaka gott betur. Hverjir borga? Það eru þeir sem taka lán hjá þessum sjóðum. Þannig að það er löngu kominn tími til að við leiðréttum þetta módel þannig að það verði hægt fyrir fólk að festa sér húsnæði hér á Íslandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, það er akkúrat málið og það þarf kjark og þor og sem sagt auðvitað skynsemi líka. En mér datt í hug brot úr kvæði eftir Megas, það sem segir lánskjaravísitalan sekkur út við sjóndeildarhring. Oft þegar ég heyri þessa umræðu um fjármál og allar þær hugsanlegu leiðir sem hægt væri að fara til þess að laga fjármálin í landinu, að þá sekk ég út við sjóndeildarhring. Ég sóna hreinlega út vegna þess að fólk eins og ég og fleiri, við þurfum að fá þetta matreitt á mannamáli og manni grunar svo oft þegar maður heyrir þessa umræðu að fara í ganga, þá fara menn að tala eitthvað svona vísindamál sem að kannski bara eitthvað 5% af þjóðinni skilja eða 10, til þess í raun og veru að drepa málinu á dreif. Af því það sá hinn sami hefur ekki kjark til að fara að taka á því sem að þarf að taka á. Hér í umræðuna áðan Arion banka var hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mærður fyrir það að hafa verið góður forsætisráðherra og tekið vel á málum í hans tíð. Þurfum við ekki einmitt á svona stjórnmálamönnum að halda í forystu í landinu? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, það er hárrétt sem að hv. þingmaður sagði hér áðan að þetta kerfi sem við búum við núna, þetta verðtrygging á lánum, er ofvaxin skilningi flestra fórnarlamba þess, ef ég get orðað það þannig, það er að segja þeim sem hafa svona lán. Og ég veit svo sem ekki auðvelda leið til þess að skýra út fyrir fólki sem býr við þessi lánakjör, hvernig við eigum að skýra út fyrir þeim að ef að frostnótt verður í Suður-Ameríku þannig að kaffi uppskeiðan bregst og verð á kaffi hækkar á Íslandi, þá hækki lánið þeirra. Ég kann ekki hvernig við eigum að skýra þetta fyrir fólki. Ég kann heldur ekki hvernig við eigum að skýra það fyrir fólki að þegar íslenska ríkisstjórnin ákveður hér í fljótræði rétt fyrir jólin að hækka áfengisgjald og önnur gjöld einhverja 2,2% sem er einhver reiknuð tala sem einhverjir menn úti í bæ hafa fundið út, að þá hækka öll lán í landinu. Ég veit ekki hvernig maður á að útskýra þetta fyrir fólki bara sem er að berjast fyrir sjálfu sér í dagsins önn. Það er einmitt þess vegna við þurfum að vinda ofan af þessu í eitt skipti fyrir öll. Þetta er fyrsta skrefið í þá átt. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég vil nú umfram allt þakka fyrir þessa umræðu. Tel hana mjög gagnlega og þarfa og ég tel að hér séum að ræða mál sem þarf auðvitað að ræða miklu meira á vettvangi Alþingis. Það er ekki alltaf jólin og það er ekki alltaf þannig að það sé svona mikið logn yfir mannlífinu eins og er núna. Við skulum nota þetta góða tækifæri til þess að ræða þetta mál og við skulum koma að því aftur. Ég vil nefna það að það eru fleiri flokkar heldur en Miðflokkurinn sem leggur mjög mikið upp á þessu máli og það er Flokkur fólksins. Og þetta er eitt af okkar stóru málum. En við skulum átta okkur á því að við eigum í höggi hér við óvígan her. Fjármálaöflin eru svo sterk hérna að það er alveg ljóst að sumir stjórnmálaflokkar, ég heyri það nú að
að flutningsmaður er nú svona að velta fyrir sér svona þeirra afstöðu og skýringum á svona þeirra fjarveru hér og allt þetta. Við þekkjum þetta náttúrulega, þessi frasar. Flokkurinn leggur áherslu á að draga úr vægi verðtryggingar. Það þýðir flokkurinn vill ekki gera neitt. Svo eru til flokkar sem segja, já, hér verður auðvitað að vera komin önnur mynt og svona. Það þýðir það þarf að ganga í Evrópusambandið með öllu sem því fylgir og það kemur ekki til greina að ræða afnám þessa fyrirkomulags þegar það er gert. Það er þó eitthvað sem kannski mælist í áratugum. Með þessari tillögu er gengið beint til verks og sótt fram beint. Ég mun í mínu seinna andsvari lýsa annarri aðferð sem ég hef kosið að nota í þessu máli, sem er tangarsókn að hætti Ludendorffs hershöfðingja og ég mun nýta minn tíma hér á eftir í því skyni. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti. Ég þakka nú hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar og ég vil náttúrulega byrja á því að biðja hann afsökunar á því að hafa ekki tekið það sérstaklega fram hér í seinni ræðu minni í þessari umræðu hvernig Flokkur fólksins hefur stutt þetta frumvarp. Því það hafa þeir gert með ráðum og dáð og ég er bæði þakklátur og stoltur yfir því. Og vissulega munar þeirra liðveislu í þessu máli. Það er enda líka annað sem að, eins og ég segi, fyllir mig dálítið bjartsýni hér núna, að það er það að þetta mál, það er að segja, og þessi mál skuli yfirleitt vera komin almennilega á dagskrá hér á þinginu. Því rétt eins og hv. þingmaður sagði, menn hafa svona komist upp með svona ódýra frasa og svona einhverja svona 17. júní frasa í þessu máli, oft á tíðum, en við þurfum ekki á því að halda núna. Og ég sagði það, búin að segja það nokkur sinnum núna í þessari umræðu. Það er búið að tala þetta mál í 5-6 ár, það er búið að hugsa þetta mál miklu lengur. Það eru allt aðrar aðstæður uppi heldur en þegar upphaflega þessu var hleypt af stað. Maður finnur náttúrulega á andstöðunni þetta sem ég nefndi hér í ræðu fyrr í dag, að það er eins og allt fjármálakerfið sé farið að stóla á það að þetta kerfi verði áfram við líði. Alveg upp í Seðlabanka Íslands. Bankastofnanirnar, lífeyrissjóðirnir, það stóla allir á það að þeir geti í sjálfu sér svona gert nokkurn veginn þar sem þeim dettur í hug og sent reikninginn til okkar inn úr lúguna í hverjum einasta mánuði og að heimili landsins borgi brúsann þegjandi og hljóðalaust. Ég sagði líka áðan að lífeyrissjóðirnir myndu kannski lúta aðeins öðruvísi lögmálum núna innan tíðar og ég get komið betur inn á það í seinna andsvari mínu hér á eftir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, frú forseti. Það er við óvígan hér að eiga og það þýðir það að það þarf að sækja að þeim úr öllum áttum. Þess vegna hef ég kosið tangarsókn að hætti Ludendorffs hershöfðingja. Og hún birtist meðal annars í því að það liggja hérna fyrir nokkrar fyrirspurnir frá mér sem ég leyfi mér að nota þetta tækifæri til að vekja athygli á. Ein er uppgreiðslugjald á vegum Íbúðalánasjóðs. Önnur er húsnæðisliðinn og að það fáist svör við því frá opinberum aðilum hvaða fjárhæðir hann hefur lagt á heimilin í landinu. Sú þriðja er eftirlit af hálfu Fjármálaeftirlitsins með þessari verðtryggðu útlánastarfsemi og leið það hvaða reikniformúlur séu í gildi hér eða hafi verið gefnar út af hálfu opinberu aðila þegar jafn flókið dæmi er að ræða eins og hér ræður Loks vil ég geta þess að ég hef leitað eftir því að hér verði sérstök umræða á heppilegum tíma verðtryggingu þar sem að fjármála- og efnahagsráðherra yrði til andsvara. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta og það er næsta víst að það munu koma til liðs við hann og hans félaga í sérstakri umræðu verðtryggingu einhverjir fulltrúar Miðflokksins, trúi ég. Og ég ítreka það sem ég sagði áðan að ég þakka Flokki fólksins fyrir liðveislun í þessu máli.
Og ég fagna líka þessum fyrirspurnum sem hv. þingmaður hefur lagt fram. Ég heyri að þær eru innlegg í þetta mál og vissulega hluti af tangasókn. Og það veitir ekki af því að óvígur her, segir hv. þingmaður. Ég vil líka líta á þetta sem marghöfða þurs. Og hér í Den þá var það þannig að þegar riddarar hjuggu einn haus af þá spratt jafnan upp annar. Þannig að menn þurftu að vera handfljótir og við þurfum að vera handfljótir í þessari baráttu og þess vegna er að gera að taka skrefið djarft og öflugt en ekki læðast í kringum runnan. Takk. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt.